Já, velkomin að Rauðaborðinu. Það verður margt á dagskrá í kvöld. Aftast í þættinum að þá fara þær yfir femíniska fréttir María Pétursdóttir, Þórdís Bjarnleifsdóttir og Sara Stef Hildar. Áður ekki bara því að þá tala ég við Jón Gunnar Bernburg sem er prófessor í félagsfræði og hefur rannsakað tilfinningu Íslendinga fyrir óréttlæti í samfélaginu sem er almennt mikil. Fólk upplifir það að það búi í óréttlátu samfélagi. En að móti kemur að fólk upplifir ekki að það verði fyrir óréttlæti og þetta er svona þversögn sem að Jón Gunnar mun kannski útskýra fyrir okkur eftir. En til með þess að við ræðum við hann er svona vaxandi tilfinning meðal annars fólks í verkefnishreyfingunum að sé ólga í samfélaginu, að fólk upplifi aukið óréttlæti og segja fel komið að einhverju suðumarki. Ég ræði við Ólaf Margeirsson hagfræðing, hann hefur skrifað grein að hluti af ástæðunni fyrir aukinni verðbólgu sé útlán bankana sem hafa aukist mikið og það er ekki bara vandi að útlánin hafi aukist heldur í hvert útlánin fara. Þau fari í þætti sem að stuðla aukinni verðbólgu en ekki kannski til fjárfestinga til þess að byggja upp samfélag til lengri tíma. Hér ætlum við líka að vera með umræðu hérna á eftir hlaðvörp. Rauðaborðið er eins konar hlaðvörp, en ég ætla að fá hlaðvarpstjóra til þess að ræða við mig hlaðvörp, hver er svona staða þeirra og hver getur verið framtíð þeirra og kannski svona umræðunni í samfélaginu. Þeir koma hingað Gísli Freyr Valdósson sem heldur út í þjóðmálum, hlaðvarp þætti þjóðmála, Þóran Hjartarson sem er með hlaðvarp sem hann kallar Ein pæling og Guðmundur Hörður sem hefur verið með hlaðvarp í eigin nafni en er líka að kenna þetta upp í háskóla. Aðalfrétt dagsins er skýrsla Vörðu, rannsóknarseturs launafólks, BSRB og Alþýðusambandsins. Hún kemur hingað Kristín Heba Gísladóttir og ætlar að segja mig frá skýrslunni og helstu niðurstöðum hennar og kannski gagnrýni sem að varða hefur orðið fyrir og hverju hún svarar því. Þetta er sláandi niðurstöður og komum með svolítið óvart hvað fór lítið fyrir þessu í fréttum dagsins. Ég reknaði með að allir fréttamiljarnir myndu íta þessu til hliðar til þess að segja þessar fréttir. En María sem að segir okkur frétti dagsins, þetta er nú kannski aðalfrétt dagsins, þessi skýrsla? Já, þetta er náttúrulega kannski aðalfrétt dagsins. Það var bein útsending frá kynningu skýrslunar í morgun. Já. Ég fylgði svolítið með þessu í hádegisfréttunum. Þá voru fréttir af Norðurlanda, forsætisráðherra Norðurlandana vera að hittast og fengu að hitta Zelenski. Það var aðalfréttin og var langar fréttir. Það var líka í kvöldfréttunum. Í kvöldfréttunum var þessi frétt held ég bara númer 6 eða 7 eða eitthvað hjá RÚV. Já, þetta er náttúrulega mjög sláandi. Þannig kemur fram að tæplega helmingur vinnandi fólks árið meðan á endum saman í dag. Já, og það versnar mjög. Þannig að við erum að horfa bara fara að horfa upp á working poor í meiri mæli hérna á Íslandi. Já, og það sem að ætti að vera því að menn hafa verið að segja fréttir af verðbólgu og kjaradeilum. Já. Þannig kemur það fram að staða launafólks hefur versnað mjög hratt þeirra sem að standa verst og raunverulega kipt fótunum undan mörgum þeirra. Já. Og maður myndi ætla að þetta væri bara stór tíðindi. Já. En það er ekki madrið þannig. Nei, það er ekki alveg madrið þannig sko og kannski líka bara allt sem er í gangi eins og Zelenski og þessi... Hann er náttúrulega búin að vera í gangi meira en eitt ár sko. Já, og hann er búin að vera að hitta einhverja ráðamenn að tala um eitthvað, hann er búin að koma og ávarpa hitt og þetta. Ég veit það, en það er þetta umstang núna. Hann er bara í því, bara í sínum áróðri skiljanlega. Já. Og svo að þessi ráðherra fengi að hitta hann í 27 mínútur og þessi ekki En það er náttúrulega fjölmiðlana að sko Það er ekki að segja fréttir af stríðinu þeir eru fréttir af svona fína manna fundum fræga fólkinu, já, það er bara þannig og svo kemur frétt af ófræga fólkinu sem eru einstæða mæður, innflytjendur, leigjendur og kemur í ljós að stefna núverandi stjórnvalda sem að margir hafa verið að gagnrýna verkalýðshreyfingin
og miklu fleiri raunverulega, margir hérna við þetta borð. Já. Það er náttúrulega ekki þessar skýrslu sem ætti að koma neinum óvart sem við setjum við þetta borð eða hlusta á það sem að hér er fyrir fram. Nákvæmlega. Þegar við höfum verið að segja þetta aftur og aftur og aftur og aftur. Þegar það kemur fram að stefna stjórnvalda er að keyra niður 20.000 fjölskyldna ofan í fátækt og bergaleysi. Að það var bara ekki staðið fréttur á því. Nei, einmitt. Þetta er bara stór alvarlegt og einmitt. Og þetta er náttúrulega núna bara kemur hver konun og fættur öðrum sko og bara marga fréttir verið. Það vil svo til í dag að þá eru ekki bara þessi frétt skýrslu vörðu. Heldur eru svona að spýtast út svona alls konar kannanir Já, eða svona heimildi var með frétt að sko fólk var að gista í gistiskýlinu bara vegna þess að veri heimilislaust. Já, einmitt. Þú veist þú ekki væri því að líklega sjá flesti fyrir sig þarna sé fólk sem á í fíkniefnavanda. Já, þetta er ekki fólk sem á í fíknivanda, þetta er bara fátækt fólk. Það er hagfræðingur BSB var að skrifa grein í tímarit Samíkis, sagði að einstæðir foreldrar væru settir í ómanneskjulega stöðu. Verkefnastjóri hjá barnaheillum, hann sagði 1 af hverjum 5 börnum sem búa í leiguhúsnæði eru hættu við að búa í fátækt. Þetta er líka bara sama, alveg rýmar allt við skýrslu sem leyendasamtökin voru að gefa út á dögunum barnafátæktum og annað með leyenda. Já, þannig að við erum í samfélagi sem að geisar verðbólga sem að grefur undan lífskjörum hinna tekjulegri og hinna skuldugri og það fólk er í alvarlegu vanda. Já. Og nú það dreigir fram í þessari skýrslu sem en það er alls konar hlutir annað sem að er svo er fólk svona, Lára Ómars postaði á Facebook í dag sem hún er að segja frá því, sko það er þetta með sko svona afleiðingarnar hvernig það tegja sig sko, hún er einmitt að taka dæmi það að dóttir hennar getur ekki fær ekki leigu í búð sko og nema fyrir eitthvað mórfjár og hún er einsta móðir. Kemst ekki inn á eignamarkað nema með stuðningi foreldra sinna. Kemst ekki inn á eignamarkað þannig að þau verða að selja sína íbúð til að kaupa eitthvað með íbúð fyrir hana og barnið þessi barnabarnið þannig að þetta er bara staðan í dag. Það eru einir allra auðvustu geta hjálpa sínum börnum svo eru þeir sem eru kannski í svona miðjunni þeir geta kannski ef þeir eru svo heppnir að eiga bara 1 barn en ef þeir eiga 3 börn og þá er það þeim óvaxið. Og svo náttúrulega þeir sem eru tekjuminni, þeir sem að mistu sitt í hruninu sem að ríkisvaldi stóð í því að svifta fólk heimilum sínum og hendaði út á Guð og gaddinn. Það fólk getur ekki hjálpað sínum börnum. Nei, einmitt. Þannig að þetta er svona staðan. Já. Þetta er, ég myndi halda þessi skýrsla vörðu ætti að vera svona eins og væri bara rautt ljós niður á þingi. Þingforseti kemur hlaupandinn í salin og segir, heyrðu, við getum ekki verið að ræða hér einhver smámál. Nú verðum við að ræða það að stjórnvöld hafa keyrt niður munur er svo mikil sko. Munur á þeim sem að voru í báristöðu fyrir árið síðan og eru núna en við erum kannski að tala 30.000 fjölskyldur. Stefna stjórnvalda hefur keyrt núna 30.000 fjölskyldur ofan í sko afkomu kvíða og við verðum að stoppa þingfundi því að við getum náttúrulega ekki látið þetta líðast. Nei, það var ekki gert. Það var ekki gert. Og það er alveg, maður skilur bara ekki hvað vegferð þessi ríkisstjórn er vegna þess að sko tengslaleysið við almenning eða hvað þetta er. Nei. Ég var í Bítinu í gær, daginn eftir 1. maí, það var í gær. Með Stefán Einari sem er einhver blaðamaður á Morgunblaðinu og hann var að segja sko að ég væri að reyna að sannfæra fólk að hefði það slæmt. Það hefðu allir alveg rosalega gott og vandamáli í samfélaginu var ekki bástaða fólks heldur var að menn eins og ég sem var alltaf að sannfæra fólk slæmt og þetta er alltaf svo hlægilegt en skýrslan segir eiginlega hver er með svona skínuri á stöðunni í samfélaginu
En það hlægilega að eins og maðurinn segja fyrir sér að fólk hefði það bara rosalega gott, Já. það bara læki fitan hérna niður munnvikinn á því að eftir góðan mat og byggi vel, en svo verður það hlusta eitthvað að Gunnar Smára vera röfleikað og allir við sannfærðist Já, það er sannfærðist að hefði alveg rosalega slæmt og færa að mótmæla. Já, það er svo að maður trúi því. Bara alveg þvílíkt alla. En Bjarni Benediktsson, hann trúi þessu líka. Hann var niður á þingi í dag, þá var hérna, ég held að Inga Sæland hafi startað umræðu þar slæma stöðu eftirlaunafólks og hann var bara í sama hamnum og alltaf, ég meina, sjá ekki hvað fólkið hefur verið gott. Já, einmitt. Sjá ekki hvað allir hefur fínt. Þetta er náttúrulega hræðilegt að sko það sé svona svakalegt tengslaleysi í gangi. Eitthvað spurði mig að í enni byrður ekki bara fólk að fara á tenni og svona og var að tala um svona meðaltölum og þessi ef þetta væri svona meðaltalið og þú ert svona hérna að meðaltalið sem fólk að fara til tenni að þá eru sumir sem að sko bara drukna í hafinu, þau komast ekki alla leið. Aðri komast náttúrulega miklu lengur og fara eitthvað annað. En það er þessi svona, og það kemur það sem er merkilegast í þessari skýrslu, það kemur fram að auðvitað getur við hækka laun, þannig að enginn væri í þessari ömurlegu stöðu, en þegar það kemur fram hvaða hópar þetta eru, þetta eru einstæði foreldrar, þetta eru leigjendur, og þetta er merkjum það að velferðarkerfið okkar er hrunið. Ef þú skilur og ert með börnin og býrð einn, að þá dunkar henni í fátækt. Ef að þú átt ekki efna á að komast inn á húsnæðismarkað og ert á leigumarkaði, þá dunkar henni í fátækt. Og svo kemur hann líka í ljós svona innflytjendur standa ver, það er helst frekar brotið á þeim vinnumarkaði sem bendir til þess að ef þú ert ekki með sko félagslega vörn með einhverju, að þá er verið að nýðast á þess. Þetta er hryllileg skýrsla. Þetta er alveg bara hryllileg skýrsla. Og ástæðan er að þú hefur búið í hryllilegu samfélagi. Já, það er nú bara nema við höfum bara gott. Það fyrir síversnandi. Já, nema við höfum bara gott og erum bara ánægð eins og Stefán Einar að ég er það fínt og mér er alveg saman þótt aðrið hafið það slæmt. Þá kannski er þetta að lifa við þetta. Þetta er nú alveg. Það eru margir sem hafa það fínt sem að vilja ekki búið í svona samfélagi. Nei, einmitt. Það voru gaman að heyra ég talaði við hana Kristín Heipe núna eftir, hún var í Kastljósi, hún var alltaf komið hérna eftir, við höfum kannski svona meiri tíma til þess að fara yfir þetta og svo tölum við líka við hann Jón Gunnar Bernburg sem að hans rannsóknir hafa sýnt að landsmenn viti þetta alveg. Þau viti alveg óréttlætinu. Þau vilja hafa miklu meiri jöfnuð, þau finnst launa ójöfnuður allt og mikill og þeir upplifa að þeir búi í óréttlætu samfélagi. En hvað? Akkur kjósaður framsögum? Já, akkur kjósaður yfir sig. Þetta yfir sig aftur, akkur er ekki mótmælt eða meira einhvern veginn. Þegar það var mótmælt hérna eftir hrun, það fór saman tilfinning fólks að það lifði í óréttlátu samfélagi og spiltu samfélagi og að það sjálft yrði fyrir persónulega fyrir óréttlæti. Já, einmitt. Það sem að hins vegar er liði frá hruninu, að þá að því að þú lifir í þinni búblu og vinnur kannski bara við sem herbyggist þarna á Íslandsóllunum og þeir sem að þú umgengst eru við sömu stöðu, sömu laun og stöðu. Þú upplifir að þetta beinist ekkert persónulega gegn þér. Nei. Þetta er sko líka sko, þetta er mjög algengt hjá til dæmis meðal öryrkja sem hafa það náttúrulega drullskipt og að segja alltaf sko, ég ætla ekki að kvarta. Ég hef það ekki svo slæmt með að við marga. Og það er ekki fyrir en að þess vegna eru þetta í allri réttindabarátu þá er að tengja þetta tvennt saman að það er ekki fyrir en að eins og rauðsokkurnar sem að upplöfu það enganlega misréttið sem að konur verða fyrir og upplöfu það skilju það á sjálfum sér og í samfélaginu saman með réttindabarátu svartra og í réttita bara láleina fólks og leigjenda að þá verður fólk náttúrulega að ná að horfa á sjálfan sig í stöðu samfélagsins, ekki vera bara ég slepp alveg út mánuðinn og allt þetta og aðrir gera það síður, heldur átt að segja á því að óréttlæti sem þú verður fyrir, fátækti sem þú verður fyrir er samfélagslegt vandamál en ekki þér að kenna að því að þú stóðst ekki nógu vel. Þetta er þekktandamál. Herðu, voru eitthvað fleiri fréttum? Það var Zelenski að hitta norrænir ráðherrar hittu Zelenski í Finnlandi var ekki eða hvað, það var svona í ríkisvarpinu
Þegar við erum að fara yfir fréttir dagsins þá horfum maður á þetta. Já. Og þá satt fréttamaður í setti og skipti yfir í fréttamann sem var út í Finnlandi. Já. Og segir var viðbúnaðurinn mikill? Og ég var að velta fyrir mig, sko, á hvaða level það interessant? Já. Þú veist, hvort það séu margir kallar eitthvað í kringu Zelinski eða það hann komið á hvaða level áhugiðinn? Já. Hann ekki á Úkraínustríðinu? Nei. Þannig bara hvaða umstang í gangi þarna. Já, þetta sé viðburðarstjórinn sem sé fréttastjóri. Já, nákvæmlega. Eins og oft, viðburðarstjórinn eða PR-maðurinn. Já. Það voða sjaldan sem eitthvað sem lifandi áhuga á samfélaginu eða heimsmálum. Já. Herðu, sameining Íslandsbanka og Kvikubanka í Já, ég sá litla fréttir þetta. Já. Og þeir eru bara að vinna, þetta bara í gangi. Þetta er athyglisvert af því að þetta byrjtir bara pínundu frétta þessu. Já. Þetta er náttúrulega stór frétta, þetta er stærsti samrunnu í Íslands og þetta eru drengirnir sem hafa verið að stýra Kviku. FL Group mennindir að ná Íslandsbanku undir sig. Já. Og munu stýra honum eins og það brask fyrirtæki sem það er. Þetta mun líka því að það ríkið dettur niður fyrir þriðjung sem er svona ákveðin vörn. Þú getur stoppað breytingar á samþyktum annars líkt eða þriðjung. Og þetta er sett í gangi, einkavæðing Íslandsbanka sem almenningur á móti. Já. Og þetta er bara fullu gangi. Og ég hef ekki sagt frá þessu, engin umræðu þetta. Nei. Þeir eru umræðinir og þingjum þetta? Nei. Nei. Ég var að pæla í þessu daginn, mér finnst þetta svo undarlegt sko, því þetta er einhvern veginn, þetta eru svona aðgerðir sem eru teygðar yfir alveg svolítið langan tíma. Þannig að venja þig á það. Já, þannig að þú veist, þannig að það er svona verið að venja fólk við og þessi verið að tala þetta svona af og til í litlum fréttum, en einhvern veginn engin ástæða, það er engin ástæða til þess að ræða þetta eitt frekar eða gera neitt háfað át á þessu. Hvað kallar þetta í samningu? Það er ekki verið að gera neitt í sjálfu sér. Hvað kallar þetta í sameiningu framhaldsskóla? Hvað kallar þetta físikönnun? Já, físileika könnun. Marja mín, ekki þetta æsaði, við erum bara í físileika könnun. Já, þetta er þessi stilt upp svona, eins og svona löng físileika könnun. Við erum bara aðeins að kanna þetta yfir svolítið náma tíma, það er ekkert að gerast. Svo kemur að starfshópurinn sem að vann í þessu, hann leggur til að þetta verið saminað og hann er kannski eðlilegt að við bregðumst bara við þeirri kröfu. Já, en það er við búin að vera stefna þessu þarna í mjög langan tíma. Sem eru 3 kallar menntaðir í nýfrjálshyggju sem er leggja þetta til. Já. Svo er skýrslunni stungið undir stólinn og þetta verður svona, já. Þetta er kannski ástæðan fyrir því að Íslendingar upplöfuðu búa í óréttlátu samfélagi. Já, einmitt. Herðu, svo er það Norðurslóðin, hús Ólafs Ragnar Grímssonar í Vatnsmýrinni. Ætli allir forsetar eigi að fá hús í Vatnsmýrinni? Er það þannig? Þetta við lifum bara á þenni tímum, sko. Já. Áður var þetta bara hóvært fólk svo Kristján Eldjárn sem að bar sér ekki á brjóst. En svo einhvern veginn, þetta er náttúrulega bara tíðarandi sem við lifum að Vigdís og Ólafur Ragnar eru náttúrulega bara forsetar á nýfrjálshyggjutímanum sem er meiri svona einstaklingshyggja og svona upphafning og það er orðið meiri svona elitismi og snobb og leiðindi og við erum bara á þeim tíma. Vonandi komist út úr þessu og það verður aldrei búið til neitt í kringum Guðna þótt að sem það nætti svo alveg skilið eins og Ólafur Ragnar sko. En hann er samt búin að vera svona er hann ekki búin að vera svona eins hóvarari forseti sko heldur en Ólafur? Jú, náttúrulega eru verið að segja það, Marja, ég held að þessu allir á Íslandi hóvarir heldur Ólafur Ragnar. Já, ég held það reyndar líka. Ég held að sé nokkuð til í því. Ólafur Ragnar hann er náttúrulega ekki til hóvarið í honum. Nei, hann var mjög ánæður með sig. Já, hann var mjög ánæður með sig, það er rétt. Það var svona einkenni, maður gætur bara næstu gaman að horfa á hann. Já, hann er náttúrulega svona karakter, sko. Já. En það var líka ástæða þess að sumir alveg fengu sko gæsahúð við að sjá hann en aðrir voru mjög hrifnir á honum. En þetta er eitthvað tryggs svona, hann býr til þetta félagsitt og svo safnar hann eitthvað frá einhverjum auðkýfingum og kannski einhverju olíufélög og fleiri sem að hendi hann einhverju peningum til þess að búa til einhverju svona rannsóknarsetur. Svo verður þetta byggt og ég vona að þegar Ólafur er farin og svona að við setjum ekki upp eitthvað hús sem er engin peninga til þess að fjármagna starfsemin í. Það sé allavega gengið þenni frá því ef að þetta vína greiðar sem hann er að sækja út allan heim með því að halda svona ráðstefnur og heilsa upp á alla að þegar það gleymist
að þá sittum við ekki uppi með eitthvað, þannig við þurfum að vera fjármagnið það. Einmitt. Heyrðu, svo nú búið að stöðva sölu á uppruna ábyrðum vegna raforku. Ég ekki alveg að klára því í fréttunum. Þetta hljómar svolítið þannig að málið sé að íslensk fyrirtæki selji uppruna vottorðin út til þess að aðri geti mengað. En svo segjast þeir vera með hreina orku að þeir eru á Íslandi. Ég held að það sé vandamálið. Veistu hvað, markaðurinn er stór, hvað Landsvirkjun segir, að það sé stór sölu og upprunavottorðum græna orku frá Íslandi. 20 milljarðar ári. Já, þetta er nefnilega, þetta er ansi stórt, sko. Þannig að þetta er, ég meina, þetta er bara, við höfum rætt þetta svolítið hérna, þetta er braskvæðingin á grænni orku. En hver er tilgangur? Segjum að Landsvirkjun selji hérna út og viðurkenni það að þeir séu bara kjarnorka og kolaver. Já. Og selja svo það yfir til Ísal og Alcoa, hvað það heitir allt saman. Og þau séu í sínum auglýsingum að þeir séu með græna orku á Íslandi. Og peningarnir upprunavottur fara til einhverja kolavera sem að halda áfram að framlega og segja við mengum ekkert, við erum með hreina orku. Hvaða rugl viðskipti eru þetta? Þetta er bara rugl. Þetta er bara rugl viðskipti. Ég get ekki réttlætt þetta fyrir þig vegna þess að ég bara hvað þú mundir eftir hverju væri röki fyrir þetta væri sniðugt? Þetta væri sniðugt. Þetta er bara það markaður leysi málin. Já, þetta er bara markaður leysi málin og þetta er líka það að bara að það þarf einhvern veginn að finna þú veist, þeir sem eru að menga og eru, þú veist, að fljúga flugvélum og reka alls konar stór fyrirtæki og eru að menga þeir þurfa einhverja lausn, þú veist, þetta er bara svona eins og aflátsbréf þeir þurfa einhverja lausn á því að fá að halda áfram að menga þannig að svo er þetta bara eins og til dæmis kom í ljós með trjáræktina sem að þú varst að fjalla daginn að tæki alveg, ég meina tekur alveg eilíf þegar þetta var einhvern tímann að borga sig. Mér minnir þetta þegar Íslendingar fengu lán á alþjóðlegu markaði þá tók það held ég 7 ára að setja Ísland á hausinn. Og svona við kláruðum við erum svona við eyðum öllu. Já. Ég held að eftir að koma í ljós með ferðaþjónustuna við erum að slátra náttúrinni okkar við eittum síldinni við átum þegar Sauðasanna til Noregs byrjaði að þá tvöfaldaðist ærstofnin á Íslandi og eitti eiginlega gróðri af hálendinu svo kemur allir ljós möguleiki að selja þetta og seldu þetta bara allt í kvelli þangað til að koma okkur útlendingar og slóa hendunur okkur þannig að þetta er svona það er eitthvað svona brask element í þessari þjóð. Svo er þetta ástæðan fyrir því að sumir vilja gangi í Evrópusambandið því að Evrópusambandið myndi slá á puttan á okkur. Já, mér finnst það skrítin rögg alltaf. Já, mér finnst það alltaf svolítið skrítin rögg. Við getum ekki haft hér þroska samfélag þannig að við beigjum okkur brundu það og við ætlum að vera bara í úlingaherbyggina sem að eftir æfinar. Já, nákvæmlega, þetta er svolítið þannig. Við ætlum að flytja inn til mömmu ESB og vona hún neyð okkur til þess að setja, taka sokkana af gólfinu og setja bæjarfulltrúi XD í Reykjanesbæ segir að verslanir séu með neyðarnapp af ótta hælisleitendur. Svo vil ljós þetta bara þvæla. Þetta er bara þvæla. Þannig að það er náttúrulega mikil við ættum kannski að finna einhverja leið til þess að fjalla eins og með Reykjanesbæ því þar er náttúrulega meiri hröðun í fólksfjölga það er bara tvöfaldast á, ég manna ekki hvað það er 7 árum og þar eru náttúrulega flestir innflytjendur þannig ef að við ætlum að sjá hver eru ágallanir í íslensku samfélagi við þessar aðstæður ættum náttúrulega að reyna að kynnast Reykjanesbæ betur. Já, mér finnst orðið alltaf gaman að koma í Reykjanesbæ af því að það er mér finnst ég alltaf pínlítið verið í útlandum af því það er svo mikið af svona erlendum veitingastöðum eða svona með einhvern svona skemmtilegan mat og eitthvað svona ég held að séu 3 indverski veitingastæðir í bænum í svona litla bæ þannig að þetta er svolítið svona spennandi að fylgjast með þróunin það er það sem að stundum við talað gildi fjölmenningarinnar, þá bendir fólk á að þessu fjölbreytilegri veitingastæðir en síðan undir yfirborðin verið að kúa fólk og prjóta á því og
og stórir hópar búa ykkur á jaðri samfélagsins og svo kemur svona verið að tala ógnina af innflytjendum og hælisleitendum og þessi bæjarfulltrúi var að tala það að fólk veri bara hrætt í bænum út af ofbeldi sem að fylgdi innflytjendum. Þetta náttúrulega í takti það sem Jón Gunnarsson að segja. Já, þetta það. Einmitt. Svo var eitt þarna í sambandi við skólan þú varst að tala þá í gær. Já. Gauti Kristmánsson var að skrifa að var að kvarta yfir því að vera eyðileggja menntakerfið markvisst. Já, Samtök atvinnulífsins og félagar fengju að stjórna menntakerfinu. Hvaðan kemur svo hugmyndilega? Nei, ég meina, af hverju ættir að halda það? Af hverju ættir að halda það? Af hverju ættir að halda það að hverjir í Samtök atvinnulífsins? Þeir sem að reka Samherja og Haga og af hverju ættir þeir að vera góðir í því að skipuleggja menntakerfið? Já, þú meina, þú sneri spurningunum þannig að ég var svona alveg bara Já, þeir eru náttúrulega ekkit góðir í því sko og þeir eru náttúrulega bara hverjum datt það eiginlega hug ég segi það þeir eru ekki eins og góðir í að reka sko Samherja, þetta er bara fullkomið spilt fyrirtæki fór þetta ekki fyrst í gang þegar svona, það fór að dala aðeins sko ásókninni í iðnnám og þá var allt í einu farið að reyna að keyra það er nú bara þeim að gefin iðnskólinn samtökum iðnaðar og félögum eftir að það var farið að dala 2005, ég held að hún hafi gefið þeim það, hún Þorgerður Katrín þegar hún var ennþá í sjálfstæðisflokknum henni datt þetta kannski bara í hug það sem ég er að velta fyrir mér, hún er búin að búa í Íslandi og þú ert annars vegar með menntakerfið og það er verið að selja okkur það að það sé rosalega illa rekið og svo ertu með öll fyrirtækin með bankana sem fór á hausinn og þú ert með Samherja sem er fullur af spillingu og þú ert með okrarana í Festi og Högum og þú ert með olíufélögin sem að nýðast á almenningi þú ert með tryggingafélögin sem eru okkurfyrirtæki og þú segir við þig herðu, við erum að láta þetta lið sjá menntakerfið. Ég meina, hverjum þetta er því? Það er bara á þessum tímabili þar sem að menntamálaráðuneytið var í höndum hægri manna þannig alveg það er náttúrulega bara tækifæri til þess að núna er Ásmundur barnamálaráðherra með það og hann er bara að gera þetta sama hann bara hlýðir enda er hann í framsóknarflokknum og framsóknarflokkurinn hlýðir bara sjálfstæðisflokknum í einu öllu þannig að ég næ ekki hvernig þessum þarna sem er að reka auðvaldinu og þeim sem eru þjónað því tókst að selja íslensku þjóðinni að þeir væru bestir í öllu. Já, ég meina þeir eru búin að selja íslensku þjóðinni allan fjandan. Já. En við höfum enga reynslu af því að sko einkafyrirtæki er svo góð á Íslandi. Nei. Við sittum uppi með einokunar og fákeppnisfyrirtæki sem að veita lélega þjónustu fyrir okkur verð og fákeppnisfyrirtæki og hvernig þetta allir í huga að sko verkamannabústaðinu væri slæmir það væri bara ómögulegt system en Alma hjúklingafólkinu að það væri brilljant. Það væri bara frábært að vera með svona leigufélag. Kannski ættum við bara að fá eitthvað fólk úr sjálfstæðisflokknum til þess að spyrja það hvernig getur þú keypt svona rök? Hvað gerðist, hver var pælingin? Það var eitt sem við getum gert ef við værum svona fjölmiðill, þá getum við sendt Maríu Pétursdóttur í stjórnmálaskóla og sjálfstæðisflokksins svo kæmið þú og myndir segja okkur fréttir af því. Já, ég lita hárið á mér svart og svona fyrir drakt ég ger eitthvað svona bara eins og þetta fyrir jarðaför það er yfir þannig, fólk klæði sér bara eins og þetta fyrir jarðaför og fer inn í valöll og þú kæmir og myndir segja og ekki okkur skýrslu af því hvernig tekst þeim að selja fólki það að braskararnir þeir sem eru með einokunna og fákeppnina veita lélega þjónustu fyrir hátt verð að þeir séu bestir í öllu. Akkurat. Það verður verkefni dagsins. Herðu, en að öllu gamni slepptu þá ætlum við núna að snúa okkur af alvarlegum málum. Ég ætla að tala við hana Kristínu Hebu Gísladóttur sem er framkvæmdastjóri Vörðu sem er rannsóknarsetur launþega hreyfingarinnar eða launafólks ASÍ og BSRB var að birta skýrslu í dag sem er hrikaleg eftir augnablik. Já, Varða sem heitir á ensku think tank held ég, sem að BSRB og ASÍ setti í gang fyrir nokkrum árum. Sendi frá sér í dag skýrslu stöðu launafólks á Íslandi. Kristín Heba Gísladóttir, forstöðu
kona, verður það ekki titillin? Jú, framkvæmdastjóri. Framkvæmdastjóri, verður velkomin. Takk. Hérna staða launafólks á Íslandi, hver er hún? Hún er ekki góð. Nei. Hún er verri enn í fyrra. Sífellt hærra hlutvallnar ekki endum saman, býr við efnislegan skort, býr við þungankostnað af húsnæði sínu. Og það sem að við höfum gert, þetta er nú í 3. skipti sem við erum að leggja þessu könnun fyrir. Já. Og ég ætla aðeins að hnýti var það ekki think tank, heldur rannsóknarstofnun, en þetta er auðvitað þannig uppbygging að við erum með stjórn sem er félagslega kjörin af verkalýðshreyfingunni sem að setur okkur ákveðnar eða sem sagt gefur okkur kannski svona markmiðin það hvað við viljum rannsaka og hvað við viljum skoða og í víðu samhengi er það auðvitað lífsskilyrði launafólks og markmiðið þá að verkalýðshreyfingin öðlist á gögn stöðu fólksins og getur nota þau til að í sinni baráttu fyrir betri kjörum. Við síðan notum auðvitað aðferði sem eru bara gagnreyndar og stjórnverði og félagslega kjöri fólkina verkalýðshreyfingan hefur ekkert að gera með það hvernig við rannsökum það sem við erum að rannsaka. Þið myndu standa skröfur háskólasamfélagsins. Já. Þannig að höfuðtu marga sem eru kallað think tank sem er nú eiginlega bara áróðusmaskilins. Já, akkurat. Þess vegna viltu aðgreina þetta milli. Já. Okay. Ég vil aldrei gera þetta aftur. Já, en ég skil þessi ykkur hugrenningatengst en þetta eru auðvitað mjög tengt verkalýðshreyfinguna af því að það eru 4 í stjórnverði sem eru félagslega kjörnir en þeir ákveða ekki hvernig við vinnum okkar heldur bara hvað við rannsökum. Okay. Men fyrst að við erum komið þannig svona á byrjunum, hvernig fyrir rannsóknin fram? Þetta er netkönnun. Þetta er netkönnun sem að varða býr til spurningarnar og við erum auðvitað búin að þróa þær talsvert mikið núna á þessum 3 árum og það er þannig að við teljum okkur núna á hverju ári erum betri og betri könnun. Síðan eru það aðildafélögin sjálf sem að senda könnunina út á sína félaga þannig að og þeir svara henni þá í gegnum bara hlekka tölvupósti eða hlekkuna mínu svíðum eða eitthvað svo leis og síðan fáum við gögnin í hús og núna eru við með 14.198 svör. En þetta er heildaþýðisúrtak sem þýðir það að við myndum gjarnan vilja að allir félagar í aðildafélögum ASÍ og BSRB myndu svara könnuninni og það eru næstu því 168.000 manns. Og þetta er auðvitað langstærsti hluti launafólks og vinnumarkaði er innan þessari 2 heildarsamtaka. En svarhlutfallið er 8,5%. Sem er kannski ekki ólíkt því sem við sjáum í kosningum kjarasamninga hjá stéttarfélögunum sem eru auðvitað búið að vera margir núna á þessu ári. Og fólk sem gerir kannanir getur sett sig við það úrtak eða það er niðurstöður ef það hefur einhver aðferði til þess að rekna það upp og niður út og suður. Það sem við gerum er að við fáum gögnin í hús og síðan skoðum við hvernig þetta liggur, hvað er hátthlutfall kalla og kvenna, hvernig liggur þetta milli félaga og við, alveg eins og aðrir, lendum í því að það er til dæmis lægra svarhlutfall innan starfsgreinasambandsins heldur en til dæmis í iðnaðarmönnum eða iðnaðarfólki. Og það sem við gerum er að við vigtum gögnin þegar þau komin í hús þannig að svörin hjá iðnaðarmönnunum við drögum úr þeim í samræmi við félagatali á ASÍ og BSRB og þau sem er innan SGS vægi þeirra að svara hækkar og það sem við stöndum uppi með og skoðum síðan við skoðum gögnin á þess að vigta þau og vigtum þau, við pröfum að vigta þau eftir gögnum frá Hagstofunni og pröfum að vigta þau eftir gögnum frá út frá félagatali ASÍ og BSRB. Og þegar við erum búin að vigta þau eftir vigtinni út frá félagatali ASÍ og BSRB að þá sjáum við að svarenda hópurinn okkar, hann endurspeglar mjög vel þýðið með tilliti til búsetu, aldurs, kyns og innflytjendastöðu. En það sem er ástæðan fyrir því að við erum með þessa aðferð sem er ólík því sem að flestir eru með tilvílunarkennt úrtak og þjóðskrá og bara allt gott og blessa með það. Við erum hins vegar rannsóknarstofnun sem starfar og er fjármögnuð af ASÍ og BSRB og stærstu hluti launafólks á Íslandi sem eru erlendum uppruna er innan þessara 2 heildarsamtaka og það er því fyrst okkur mikil ábyrgðarhluti að svo aðferð sem við beitum
að hún nái til þessara félaga eins og annara, því það er ekki síður mikilvægt að vakta stöðu þeirra eins og annars launafólks. Og við erum með 27% af okkar svarendum eru innflytjendur. Er það ekki svipað og eru félagar í Alþýðusambandinu? Þó við sögum ekki nákvæmlega tölur um það. Þannig að þess vegna erum við bara örugg með okkar gögn. Þau eru mjög góð og áræðaleg og það sem við getum líka gert. En hefur eitthvað verið að reyna að draga úr því? Já. Þessi aðferð hefur verið gagnrýnd. Hverju að gagnrýnda? Það var náttúrulega í Viðskiptablaðinu mikil umfjöllun þetta eftir síðustu. Það hefur náttúrulega gera allt til þess að draga úr trúverðuleika þeirra sem að benda á báa stöðu launafólks. Já, og auðvitað kannski ef að fólk í fyrsta lagi finnst þetta bara það ótrúlegt að það kemst ekki þangað að skoða niðurstöðunar að þá kannski getur maður lítið sagt. En þú veist, og það er þá bara eins og það er og þetta er auðvitað bara þegar maður verið námi þá þetta auðvitað þá áttum maður að lesa ritrindagreinar og hnýta í aðferðafræðina og þú veist, ég meina, það er alltaf hægt að gera það með alla aðferðafræði og það er engin leið fullkomin. Allt orka tvímælis. Já, en það er líka mikilvægt að við séum að rannsaka stöðuna út frá mismunandi aðferðum því þessi rannsókn svo sannarlega vegur upp á móti þeirri skekkju sem er mjög algeng í könnunum þar sem að hlutur innflytjenda er gríðarlega lágur. Og áttu við að þá skekkjum ég finna til dæmis í könnunum Hagstofunar á hvort að fjölskyldunar ná endum saman? Sko Hagstofun er að vikta sérstaklega upp, þau eru að reyna að bregðast við, en það er almennt fyrir þau sem eru að vinna í þessum spurningakannanabransa, þá er almennt erfiðara að ná til verkafólks og fólks erlendum uppruna. Þeir sem eru meira svara eru háskólamenntaðar konur. Þú telur það að ef það eru kannanirnar úti fjárhagsstöðu heimilanna sem að sýna, mildari niðurstöðu heldur en hjá ykkur, að það sé líklegasta skýringin er að þar sé hlutfall innflytjenda og lágt. Ég myndi fyrst skoða það. Sem eru helst lálaunafólk, sem eru helst á leigumarkaði, sem er helst svona jaðri húsnæðis. Það væri það fyrsta sem ég myndi skoða, já. Með hvernig hópurinn er samsettur út frá þessu þáttum sem þú nefnir. Þú ert örugg með því ykkar aðfyrir? Já. Hún skammast þér ekki neitt fyrir þar? Nei. Ekki neitt. Nei, ég meina, þú veist, þetta eru þetta, sko, að mínum að þá finnst mér að varða sem er algjört gull í höndunum að vera hér með svör 27% innflytjendur og það er bara eitthvað og við höfum auðvitað fengið bara fyrirspurning hvernig náum við til þessu fólks og þá séum við, þetta er verkalýðshreyfingin og hún er og ég held að, þú veist, að ég sé ekki að gera lítið úr neinum en ég held að verkalýðshreyfingin hafi staðið sig hvað best í að byggja brú og tengsl við innflytjendur og ég held að varða byggi á þeirri góðu vinnu. Það er líka þannig að innflytjendur hafa sagt við mig að það að starfa innan verkalýðshreyfingana það er eini vettvangurinn, eini aðkomin að einhverjum lýðræðislegum vettvangi sem þau hafa og það er alveg kannski líklega að þau lítið á þetta sem svona sitt svæði eða frekar heldur en að löggan eða Hagstofan eða eitthvað fulltrúi ríkisins sem þau hafa minni aðgengi að sé að spyrja. En ok, hver eru niðurstöðurnar? Þetta var vont og er að versna. Hvað segirðu? Þetta var vont og þetta er að versna. Já, þetta er það. Sko, við erum með nærið því 14.200 svör á bakvið þessu gögn. Og það gerur okkur kleift að fara í mjög ítarlega greiningar. Þannig að við getum greint, þú ert í leiguhúsnæði og þú ert þetta og þú ert hitt og og það eru þetta mjög margt í þessum niðurstöðum og flestum langar að læra að fræðast fjárhagsstöðuna og við getum komað að því á eftir en mér langar að ræðum það sem mér finnst skipta mjög miklu máli að það er að í fyrsta stjórnverðu fól okkur það og það var dálítið strempið verkefni fól okkur að kanna flest alla þá þætti sem tilgreindir eru í lögum jafna meðferð á vinnumarkaði það sem til dæmis bannaða mismunun eftir uppruna, húðlit og svo framvegis fól okkur að kanna þessa þætti í þessari könnun og við setjum því spurningar til dæmis húðlit sem ég veit ekki til þess að hafa verið gert áður í íslenskum könnunum
og spurjum hvort að fólk hafi orðið fyrir réttindabrotum á vinnumarkaði. Og niðurstöðunar okkar sína svart á hvítu að fólk sem annan húðlit en hvítan, fólk sem eru innflytjendur, hinsegin fólk, fólk með skerta starfsgetu eða fötlun, það verður mun meira mæli fyrir réttindabrotum á vinnumarkaði á síðustu 12 mánuðum heldur en aðrir sem að falla ekki þessa hópa. Hinir, já. Svo kallar venjulegir Íslendingar. En hver er munurinn? Er það ef ég er hvítur miðaldra kall, þá er það 20% sem að fá þetta, en ef ég er svört kona, þá er það bara 90%. Hver er svona, getur gefið mér eitthvað svona? Já, ég gefa tölur. Eitthvað svona smá hugmynd hversu munurinn er mikill? Já, það getur vel alveg gert. Þetta er meira en sjónamunur. Þetta er miklu meira en sjónamunur, já. Sko, sjáum til dæmis, það er rauninni þau sem eru líklegust til að verða fyrir réttindabrotum á vinnumarkaði þau sem eru með annan húðlit en hvítan. Þannig að þá eru, sko, ef þú ert innfæddur, eða þú venjulegur, að þá eru bara 18% sem hafa orðið fyrir einhvers konar einu broti á síðustu 12 mánuðum. En hlutfallið 33% af þeim sem eru með annan húðlit en hvítan. Já. Og það er fyrir utan síðan þau sem hafa lent í fleiri menn einu broti. Og þetta er þá að hafa fengið greitt rönglaun, hafa ekki fengið kjarasamningsbundnar hækkanir, hafa ekki fengið greitt fyrir yfirvinnu og svo framvegis. En náðu þið aðgreina innfædda sem eru með annan húðlit? Við gerum það ekki þessu. Það er orðið smátt, já. Og svo er náttúrulega annað sem við gerum líka í þessari könnun, að þá gerum við greinamun á innflytjandum og fólki með erlenda bakgrunn. Að því að við erum með svo mörg svör. Þannig og fólk það með erlenda bakgrunn er fólk sem hefur annara kynslóðar innflytjendur og ef þá annarkvort eru báðir eða annar fóreldri erlend og við sjáum að þeir sem að tilheyra þeim hópi, þeir eru ekki heima með innfæddum, þeir eru ekki heima með innflytjendum og þetta er svo sannarlega sérhópur og hann stendur mun verið heldur en innfæddir. Og er eiginlega nær innflytjendum. Já, nær innflytjendum og stundum verri. Þá getur við sagt að það taki 300 ár að jafna hlut fólks, marga kynslóður. Með við þetta. Já, með þetta. Önnur kynslóð er bara komin hálft skref í áttina að vera innlimað. Akkurat. Það er bersýnilegt. Herðu, en brot sem er brotið áður að vinna, þau konið eitthvað meira, en byrjuð mér langar að spyrja það einu áður. Kallar á konur, hvað er hlutfall á þeim? Með brot á vinnumarkaði. Það voru aðeins herra hlutfall kalla sem voru fyrir brotum á vinnumarkaði, veldur konur. Það er svona eini mælikvarðin svona heildamælikvarðin sem kallar koma að vera út á heldur konur. En annað sem er konuð? Síðan er það náttúrulega varandi réttindabrótin. Já, réttindabrót eða eitthvað sem að þú er ekki fjárhagslegt. Já, við erum að kanna líka núna líðan, þá andlega líðan og líkamlega heilsu og starfstengda kulnun. Það er svona fyrir utan fjárhagsstöðuna þessu svona stóru þemu í könnuninni. Og það sem við rauninni vorum að gera núna var með starfstengda kulnun að við byggum til nýja starfaflokkun að því að það er svona starfaflokkana sem eru til, við gátum þá aldrei og við höfum notað það en aldrei unni úr því að því við gátum til dæmis aldrei tekið saman fólk sem starfi við ræstingar, það fór einhvern veginn á milli hópa og maður gæti aldrei tekið það sér og við séum að það er mjög hátt hlutfall á fólki sem starfi við ræstingar sem er, þú veist, greinist í þessu, þetta er ekki klíníski kvarðar sko, en með starfstengda kulnun og við ætlum að gera meiri greiningar á því síðan í framhaldinu en við erum auðvitað núna með eitthvað svona skýrslu með alveg fullt af niðurstöðum og við munum síðan vinna meira úr þessu og það er mörg svona áhugaverð trend sem við ætlum að vinna meira með. Og þú telur þetta að vera einstaka mynd af samfélaginu? Þetta er... Ef þú hefur náðu í íslensku samfélagi þá ætti að leggjast yfir þetta. Það er bara þannig. Já, það er bara þannig. Og ef fólk er áhuga á að bæta samfélagið okkar þá ætti það svo sannarlega að skoða þessa skýrslu því að það er svo skýr munstur í henni. Það er svo auðvelt að sjá hvar aðgerða er þörf. Það hefur nú komið fram í fyrri skýrslum ykkar svolítið að það kemur í ljós að það sem að dregur þið niður í fátakt ef við má tala um efnahagslega þáttinn að það sem að eigur líkundar á að þú farið í fátakt er náttúrulega ég myndi ekki kannski á ykkur og bara öllum að þú missir heilsuna, þú ert ekki þú ert í leiguhúsnæði, þú ert einstakt foreldri og þetta náttúrulega er rópandi
ábendingum það að sko velferðarnetið eða kerfin sem eiga að tryggja jöfnuð virki ekki sko. Og þessi býst við að þetta komið fram með okkur enn og aftur. Já, það er náttúrulega sko staða einstæðra foreldra er áberandi verst og og það er náttúrulega sko, já, þeir standa langverst og næstu eftir þeim eru það innflytjendur og næstu eftir þeim eru það svona til skiptis einhleypir sem eru þá einir að bera kostnað af húsnæðinu sínu og síðan fólk með erlendan bakgrunn. Það er aðeins svona misjandi eftir mælikvörðum. Þannig að ef að maður réði ykkur að þá myndi maður beina aðgerðum á þessu hópa. En þetta eru jafnframt hópar sem eru langmestu mæli á leigumarkaði. Þannig að þú myndir byrja á því að laga leigumarkaðin eða húsnæðismarkaðin. Já, það er alveg augljóst. Og svo vera með aðgerðir til þess að styðja einstæða foreldra. Já. Já, og ég minna og þeir sem eru á leigumarkaði búa bara við svo íþyngjandi húsnæðiskostnað að það er náttúrulega valla sambarlegt við þá sem eru í eigin húsnæði og að það augljóslega sko og þetta er svo sko leiðilegt sko að þeir hópar sem að standa vestfjárhagslega eru í mestu mæli á leigumarkaði og eru hæst hlut og þeirra eru með yfirdrátt, smálán, lán hjá vinum og fjölskyldu og svo framvegis og allar dýrustu leiðina til að draga fram lífið og það er auðvitað alltaf eitthvað sem græðir á því. Einmitt af þeim hóp sem síst skildi græða á. Og þegar að stjórnvöld bregðast við vanda þessa hóps og þá er tilneikin oft til þess að hækka húsaleigubætur sem að leiða bara til hækkunar á húsalegu. Þannig að það er umverulega styrkur til leigusala og leigjendur eru bara að flytja á milli. Einmitt. En þannig að húsnæðismálið eru umverulega svo stór breyta, það er ekki hægt að tala ef við tökum svona einhvern hóp eins og einstæða foreldra, að þá eiginlega verður að tala um einstæða foreldra í einhúsnæði og einstæða foreldra í leiguhúsnæði. Það liggur sko, við, ég er ekki að segja það þessi. Já, en ég meina það er bara sko svona almennt getur við sagt að svona milli 70-80% af launafólki sé í eigin húsnæði. En það er 35% minnum mig hjá einstæðum foreldrum. Og líka mun lægra og það er líka svona lágt hlutfall hjá innflytjendum. Og þetta eru bara alltaf sömu hópanir og þetta er í þriðja skipti sem að við erum að greina þetta út frá mjög svipum hópum og það er alltaf sömu hópanir sem við höfum áhyggjur af og standa bersýnilega höllum fæti. En fyrir utan það er auðvitað líka bara almennt trend til verri stöðu núna almennt yfir allt launafólk. Sem eitir öllum niður en þeim dýfst sem á stóðu vestfyrstir. Það er þannig, það er ekki. Það er ekki. Það er bara þau með ítt hlutastlega dýfst niður. Já, það meina það liggur hlutur í sæli. Og auðvitað sjáum við sko talsverða breytingu svo þegar við greinum fólk sem eru eigin húsnæði á móti fólki sem eru leiguhúsnæði að þá hefur henni staðan vestnað meira hjá þeim sem eru í eigin húsnæði. En hún er næstu því, hún er aðeins verið hjá þeim sem eru leigjandi, hún er bara svo vond fyrir þannig að núllpunkturinn var hvað sem er svo hræðilegur sko. Þannig að staða þeirra er munverri en við sjáum auðvitað að því við greinum spurðum þá sem eru eigin húsnæði hvernig húsnæðislán þau eru með og við sjáum trend þar líka á sjálfsögðu og það eru þau sem eru með blöndu lán og þau sem eru með lán að breytilegum vöxtum sem eru í talsvert meira mæli með verið fjárhagsstu. Sem er búið að aflæsa og við vitum það og vitað allir að það eru framundan að vera miklu fyrir fjölskyldur sem lenda einmitt í þessu. Þannig að það má búast við miklu áfalli til þeirra sem eru með þessi lán og eru eigendur og svo geta lent í verið vanda og líklega bara brunnið upp eigið fyrir það. Því bankarnir bjóðast bara til þess að varpa þessu aftur fyrir þá til að eigið fyrir búið og þá líklega hendar þeim út bara eins og gerðu 2009 og 2010. Herðu, en ég heyri alveg á þér að þú myndir vilja að þessar rannsóknir ykkar hefðu meiri áhrif svona frá því að þið byrjuð að gera þetta að gætirðu tínt til eitthvað sem að mætti segja af aðgerðum ríkisstjórnar og stjórnvalda
væru til þess að mæta þeim ákvöllum sem að kannanir ykkar eða rannsóknir ykkar hafa dregið fram? Nei. Sko það eru þetta búið að hækka barnabætur. En það er bara þess að hanga í verðlaginu sko. Já, það sjást þess engin merki. En þessi könnun er líka lögð fyrir eftir kjarasamningana. Þessi hún er lögð fyrir í febrúar og fram í til 1. mars. Það sem hafa komið skattabreytingarnar. Já, og stór hluti búin að fá launahækkun. Og skattabreytingarnar á mánaðamótin. En við sjáum þess ekki merki að það hefði skilað árangri. Þetta er könnun sem nær samt svolítið inn í verðbólguna. Þannig að við erum að sjá afleiðingarnar af efnaðsáttan sem er núna og ekki verið að skána síðan þetta var því að það er engar hækkanir komið og verðbólgan heldur áfram að býta og engar ráðagerðir að hækka þessar bætur mitt ár eins og kannski væri tilefni til eins og barnabætur og húsnæðisbætur. Og það eru þetta bara kemur manna óvart að því að við umræðum fátækt er oft ótrúlega skringileg og var það gerði líka könnun fyrir öryrkjabandalagið og það sem komið auðvitað fram að fjárhagstaða þeirra sem að taka lífeyri er mjög slæm en það breytist ekkert í kjölfarið og það sem við höfum gert og gerðum fyrst skipti með öryrkjabandalaginu og höfum síðan gert í okkur könnunum síðan það er að spurja hvort að fjárskortur og síðan 12 mánuðum hafi komið veg fyrir að fólk að geta greitt eitthvað svona grunnþætti fyrir börnin sín og þá sjáum við bersýnilega að börnin auðvitað hafa ekki sömu tækifæri og börn þeirra sem eru betri fjárhagsstöðu og það eru fólk sem eru sömu hópum og við erum sífellt að benda á að hafa það mun verð en aðrir sem að sko líða fyrir það og ég man þegar við og það áttu við tómstundir það eru tómstundir bara klæðnaður bara að geta farið í ammæli til vinar þú veist þetta kostar allt að þáttaka einhvern veginn í samfélaginu kostar því miður alltaf þannig fátt að því aðalsettu börnin já og ég man einhvern veginn fyrst þegar við notum þessa spurningu að þetta hlýtur að hreyfa fólki að verða til þess, við getum allavega ekki sakast upp börnin er það, en ekkert breyðis Nei, það er hjörtu mannana eru köld sko og þau eru bara varin fyrir þessu það hefur tekist það oft áður að sætta sig við barnafátækt selt sér það að það sé foreldrum að kenna eða þá að það þýð ekki að bjarga þessu fólki ég veit ekki hvað drífur áfram þessar ákvarðanir sko. Því að þetta er umlega ákvarðanir því að stjórnvöldur ákveða dag eftir dag að halda ástandinu óbreyttu það er ekki bara ákvörðun að breyta þessu það er líka ákvörðun að viðhalda þessu Herðan að þú talar innflytjendur og húðlit og það, við vitum það að innflytjendur eru hlutfallslega fleiri meðal lágtekjufólks, hlutfallslega fleiri meðal leigjenda hafa veikari félagslega stöðu erfiðari aðgangin í samfélagið líklega til þessi broti gegn þeim þannig að þar erum við komið með þegar við erum að tala svona aðgerðir til þess að bæta húsnæðismarkaðinn að auka aðstoð við barnafjölskyldur einhver með einstæða foreldra en þannig erum við kannski síðan með aðra vít sem er það að tryggja það að fólk sem eru innflytjendur hafi svona eiginlega sama aðgengi umfram þetta, eða ekki? Umfram það að hækka eða hafa meira húsnæði umfram það að hafa betri barnabætur en þá kemur alltaf önnu breyta þannig inn er það hvort þú sért sko fullgildur í samfélaginu og það er ég ætla ekki að byrja kannski að leysa allar ráðgóttu lífsins en hvaða aðgerðir eru til þess að bregðast við þessu? Hitt er svona tildulega einfalt, hefur verið gert áður endalausar fyrirmyndir en svo lendum við svolítið í vandræðu með þetta að fólk er samt ekki með jafnstöðu Nei Sko ég veit ég meina það er alltaf náttúrulega sama svari, það er fræðsla og við sko búin til pláss í samfélaginu en ég meina
það eru þetta hægara sagt en gert sko, einhvern veginn. Allavega hefur það ekkit gengið rosalega vel, ekki einu sinni bara í kvennabaráttunni. Þú veist, ég meina hún náttúrulega ekki ennþá, þú veist, komin, eða þú veist, og þannig auðvitað hefur maður áhyggjur af því hvernig þetta muni ganga. En ég viss það að með því að jaðarsetja fólk fjárhagslega varandi stöður þess að húsnæðismarkaði, þess að vera að brjóta með meira mæli, það væri mikil bót að laga þá allavega þessa svona skýru mælanlegu þætti og þá hefur bara fólk líka vonandi meira rými og tíma til þess að taka meira þátt í samfélaginu, þurfi ekki að vinna baki brotnu miklu fleiri tíma heldur en þeir sem eru innfættir og svo framvegis sko. Að gefa fólki rými til þess að taka sinn part á samfélaginu sem er sannlega á. Já. Marjast því að vera að þessi brotið á þeim eða þau mýtt á jaðarinn og líka börnunum sem að íslensku kunnátt og foreldrarna getur skipt miklu máli framgangi námi og öðru slíku og meirins má ég halda því fram að þessi líka þáttöku í tómstundum og félagsstarfi. Herðu, nú verkalýðshreyfingin að reyna að þjappa sér svona saman einhverjar kröfur og það eru mikið til þegar maður er að tala við fólkið, þá er mikið til talað að nú þurfum að koma kröfur á ríkisvaldið til þess að endurreisa velferðarkerfin sem er mikið af því sem við höfum verið að tala hér. Kannski þarf ekki að spyrja því að þú til þetta vera mikilvægt. Þetta er bara eitthvað grundvallar þáttu þess að við getum búið til svona réttlátt samfélag og það er ekki hægt að horfa upp á stöðu sömu hópana ár eftir ár, augljóslega mun verð en annara og engar aðgerðir fylgja því og það er auðvitað bara ábyrgðar hluta viðhalda þessu, það mun skapa mjög alvarlega vandamál síðar að jaðarsetja ákveðna hópa og það er ekki eftir neina að bíða að leysa það. Þannig að ég vona að við erum eiginlega komin inn í hörmungarástandi sko. Já. Þetta er ekki svona að við höfum einhver tíma til að bregðast við. Við erum eiginlega sigla inn þessa blindgötu sko. Og ég meina og það er bara börn að alast upp við önnur tækifæri heldur en innfætt börn til dæmis. Og ég held að flestir vilja ekki þannig samfélag sko. Herðu, þið gáðu skýrsluna í dag, hvar getur fólk fundið hana og lesið hana? Þú segir þetta sé bara lykillinn í íslensku samfélagi, það er bara fólk verður að fara að lesa. Mjög hóvær. Ég er alveg saman þessu, þetta er bara... Þetta er góð greining. Já, mjög. Og ég held að þetta að fólk geti fengið mjög góða innsýn inn í íslensk samfélag með því að skoða þessa skýrslu, það er verið að greina mismunandi hópa og staða þeirra er svo sannlega mjög misjöfn og það er til dæmis, þú veist, í þessum stóru niðurstöðum er líka til dæmis áhugavert að staða kvenna er verri á öllum svona heildarmælukvörðum fjárhagslega stöðu heldur en karla, þú veist, en það þetta munar ekki svona miklu eins og öðrum hópum, en við sjáum bara þessi munstur í okkar samfélagi bara kemur í gegnum þessa skýrslu. Síðan auðvitað höfum við varða verið að gera greininga fyrir stéttarfélögin einstaka og það eru auðvitað fyrir okkur sem störfum hjá Vörðu þá færum maður alveg ótrúlega skýra sín af hvernig okkar samfélag byggist upp þegar maður fer líka onni í stéttarfélögin. Það hefur verið birta svolítið kannanir, ég menn eftir Eflingu og Einingu Iðju og Afl á Austurlandi, það er samílega konan eða ekki? Mjög áhugavert. Það sem þetta kemur. Já, svo skýrt fram sko. En ég var að spyrja hvað maður gæti nálgast þannig að... Rannvinn.is, já, það er heimasíða Vörðu, rannvinn.is. Þar fæst þessi Rannvinn.is, rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins. Rannvinn.is, 83 blaðsina skýrsla. En ef segjum að síðan út ykkur hópur, ykkur félagsamtök sem að eru háð því að félagsmenn hafi réttan skilning á samfélaginu, segjum bara Framsóknarflokkurinn. Getur hann pantað í kynningu? Já, fara með þetta? Ég fer nú við það sko. Þannig að þú verður með skýrsluna núna næstu viku og mánuður að labba. Er mikil eftirspurn eftir því? Vill fólk vita hvernig samfélagið er? Já, það vil það. En sem betur fer. Þannig að, við höfum, það hefur ávallt verið bara mjög mikið að gera í að kynna inn í alls konar nefndum og svoleiðis. Ég reyndar aldrei farið til stjórnmálaflokks. Nú, við þurfum að bæta því. Herðu, Kristín Heba,
Kæra þakki fyrir að koma og kynna eða svona rétt dreipa þessari skýrslu. Takk fyrir að hafa mig. Þetta við gætum dunda okkur við það að tala efnisatrið hennar lengi og til þess að morgun þá ætlum við að við erum með smá fókus á veikri stöðu ýmissa hópa og morgun ætlar hann Kolbeinn Stefánsson að koma og tala við okkur fátækt barna. Þannig við höldum áfram fjallum þetta. Kæra þakkir. Takk. Og við snúum okkur næsta máli eftir augnablik. Við ætlum að tala núna um hlaðvörp eða podcast sem er fyrirbrigði sem er ekkert svo gamalt en er áberandi í umræðinu og kannski er miklu meira talað í podcastum heldur en hinum svona hefðbundnu fjölmiðlum og Rauðaborðið er náttúrulega podcast en ég ætla að fá hingað sérfræðinga í podcasti sem halda úti í podcastum flestir. Þórarinn Hjartarson, Ein pæling, Gísli Freyr Valdirsson, Þjóðmál podcast og Guðmundur Hörður, þú varst nú einu sinni með podcast í eigin nafni eða ekki? Jú. Já, þannig að þú ert podcast og þú kennir podcast. Ég gafst upp að svona reyna að finna eitthvað sniðut nafn og bara hafa það í mínu nafn. Herðu, takk fyrir að koma meira bara sem hobby heldur en okkur annað. Takk fyrir að koma það er náttúrulega óheyrilegt úrval af podcastum allan hámskótan en mér langaði aðeins að tala við þá sem eru svona að reyna að fjalla pólitík og samfélagsmál sem er kannski líkt því sem við erum að reyna hér við Rauðaborðið. Kannski eðlilegt að byrja fyrst að spyrja hérna skiptir podcastin máli? Já, ég myndi segja það. Sko, ég myndi segja samt að þetta sé ennþá svona young man's game. Þetta er fyrir ungt fólk hlustar held ég mun meira á podcast heldur en aðrir og ég held að þetta sé líka á hvern svona flótti frá því sko hvernig umræðan er. Þetta er tökum bara eftir í að rosalega mikið af fréttímum farið það að fjalla það sem að gera þetta samfélagsmiðlum og fleira þvíumlíkt og ég held að sé bara alltaf gott að geta komist bara í svona klukkutíma 1,5 bara frá öllum látunum það hvaða fræga fólk er að sofa á hverjum og stungum ungs fólks og vandamálum á ýmislega aðra máta og þannig að kostur við podcast er að það er á svona lágu tempói. Já, lágu tempói. Ég myndi jáfnvel segja að það var á ígrundaðri tempói. Ég held að sé sko, þú átt engar samræður eins og í Kastljósi á 12 mínútum. Það er ekkert málefni ígrundað með 4 manneskjum í silfrinu þar sem allir eru að segja hvað það sé mikilvægt að við sem eiga ákveðna samræður í einhverjar 4 mínútur og svo er farið á næsta viðmælanda til þess að ræða það hvað það sé mikilvægt að við eigum einhverjar samræður. Engar samræður eiga sér stað. Og það er það sem ég held að sé svona jákvætt við podcast er bara þetta er ákveðin vettvangur til þess að reyna að ná einhverju svona stillingu í umræðu og þá sérstaklega með tillit til sko pólitískar hlaðvarpa þó svo að ég telja við kannski tökum okkur aðeins á hátíðlega það hversu mikil eftirspurnin er út af því að langflest hlaðvörp fjalla eitthvað allt annað en pólitík. Já. Þetta er svona slow media sko, eins og slow food hreyfingin og allt þetta, þá hefur talað að hlaðvörpin séu í fjölmiðlageiranum eru þau slow media afurð. Svo er bara spurning hvort umræðu hefðin sé að breytast sko, þú nefndir sko þættina eins og Silfrið og fleiri og vantilega má segja saman morgunútvarpið og bítið þar sem að einhverju 2-3 aðalega takast á eitthvað mál í ákveðna mínútur kannski 10-15 mínútur sem er auðvitað ekki leyst þar. Ég ætla ekki að setja mig á þann háan hest að segja að þessi þættir séu úreltir en svo er það kannski eftirspurn eftir þá einhverju ítarlegri umræðu annarkvæmt til hægri eða vinstri eða hvernig það er sko það sem að málur er kannski rædda eins betur og meira og lengur. En að því að þetta er svona lágt tempó á þessu þá er maður oftar þannig að fólk sé að tala við fólk sem eru meira og minna saman í podcasti. Já, ég meina það er ekki mörg svona ekki hörkulegt debatt kannski að því að það er lágt tempó. Nei, en náttúrulega líka sko eins og Gísli Freyr nefnir þá eins og þáttum þá er oft bara 2 hagsmunaaðilar fengnir til þess að færa rök fyrir sínu máli og það er svo í bítinu og sítiðis og silfrinu og því öllu. Já, og svo er þetta líka sko svolítið einkennilegt format að mínu mati þar sem að, og ég held að þetta sé ekki jafn mikið í Bretlandi og Bandaríkjunum þar sem að sko viðmælendur eru alltaf að tala í gegnum sko þáttastjórnandan. Sáum þetta núna síðast þegar Þórbjörg var að tala við Arnar Þór í silfrinu að þá var hún alltaf að tala Arnar Þór í 3. persónu en hann var á staðnum
og ég var alltaf að velta fyrir mér af hverju veltur ekki upp spurningunni með vísan til hans, skilur þú ert að segja þetta, ég ekki sammála því út af X og Y, en hún segir ég skil ekki af hverju Arnar Þór svona mikið á móti EES út af því að þetta breytir og fór hann yfir þá umræðu og þetta svona einkennilegt og ópersónlegt viðmót sem ég held að sko ef við hugsum bara til svona ákveðna hvatastýringar það hvernig þú færð eftirspurn í hlaðvörpum og ég ætla ekki að setja mig að háan hest í því en ég held samt að hvati fólks til þess að hlusta á efni sé á ákveðnum svona persónulegri nótum þar sem að sko viðmælendur sé ekki að tala til annara viðmælenda í þriðju persónu við þáttastjórnanda. En þetta með að vera sko að fá ólík sjónarmið fram eða tala við þá velja gesti sem eru þá ósammála þér eitthvað ákveð. Ég held að þetta eftir að koma svolítið þegar að því rauninni sko hlaðvarpsframleiðsla í Íslandi náttúrulega bara hobbyismi ennþá. Svona meira og minna. Það ekki margir sem hafa lifað því að hafa þeir mikla tekjur og eru þar leiðandi ekki með sko framleiðendur og fleira. Þú tekur bara Joe Rogan sem dæmi sem svona þekkt nafn í þessum hlaðvarpsheimi. Þá hann með sinn þátt, hann kannski með líka þá x-marka framleiðendur með sér sem eru þá með honum spurningar og svo framvegis. Hjálp honum þá að taka umræðu við einhvern eitthvað, og maður sér Joe Rogan rökraða við lækna og vísindamenn og lögfræðinga alls konar málefni sem að hann kannski engin sérfræðingur í sjálfu sko, en það bara vel undirbúin að hann með svona framleiðslu á baka sig, við getum orðað þannig. Og spyr bara eins og almenningur eins og blaðamenn gerir við litt, þeir ekki að spyrja út frá eigin. Bara vel undirbúin og með aðstoð við það. Við sjáum að það eitt af vinsælustu hlaðvörpunum í Bretlandi núna til dæmis heitir The Rest is Politics sem með Alistair Campbell sem var aðstofað með Tony Blair á sín tíma og Rory Stewart sem var þingmaður breska íhaldsflokksins. Þannig að þar eru svona tveir menn á sitt hvorum pólnum að tala pólitík og gera það á mjög svona vingjarlegan máta sko. Þeir eru ekkert í neinum hörku debatt sko, en þeir hafa nálgast umræðuefni svona frá ólíku sjónarhorni. Og þetta að slá í gegn í Bretlandi og mælist líka hátt hérna heima á vinsældalistum. Sem var svipað og var á sínum tíma á Stöð 2 þegar Mörður og Hannes voru að karpa. Eitthvað mann það. Ég man ekki því. Var það góður þáttur? Ég var ekki alveg... Sko það var mikið, ef ég man það rétt, það var mikið æsingur í þeim þáttur. Það tölur ekki báðir alltaf samtímis. Kjöftu þessu hvort annan, sko. Já. Þannig að kannski ykkur gaman. Kannski verður þeir betri í ef það svona lægri tempo eins og í Ég velt þessu fyrir mér að því að við byrjum hérna með rauðaborðið og þá voru náttúrulega fyrst og fremst að tala það sem ekki var annars þar við þá sem ekki voru annars þar en svo eftir því sem þetta stækkar og svona þá komið svona meiri löngun til þess að hafa fjölbreytilegri viðmælendur og ég hef svolítið verið að reyna að fá fólk í svona debatt og það komið svolítið óvart að það eins og að það svolítið erfitt sko að fá fólk til þess að hitta andstæðinga sína og skiptast á skoðunum. Það? Ég veit ekki, ég allavega í mínu hlaðvarpi þá reyni ég að fá svona fólk sem Þú veit bara einn í einu sko, ég að tala að fá 2 sem öndur meiði. Já, það samt ekki líka ákveðin svona fítus sem að fylgir því að vera með þáttastjórnanda að þú eigir sko að leggja andstæðingin í staðin fyrir það ef þú ert til dæmis bara einhver ósammála viðmælandanum sem ég mjög oft að þá get ég samt átt samræður út af því að það einhvern veginn meira persónulegt og ég veit ekki alveg hvað svarið við því en ég held samt að sko það breyti ákveðunum svona svo ég fá að sletta atmosfíri í umræðum þegar þú ert með þáttastjórnanda og hér eru komnir einstaklingar sem eru alveg ósammála og nota þeir að rífast hvað afstæða sér rétt þá það náttúrulega ekkert líklegt til árangur sko, allavega ekki svona, þegar við tölum framöndi í stjórnmálum sko. Debatt það ekki alltaf, stundum það bara til þess að reyna á rökin sín og það ekki, ég held að reikni fái með því að hinn skiptur skoðun ég man ekki menn búin að vera í debatt í höldum saman og það aldrei gerst. En þú sagði sjálfur sko, að þú stofnaði þá vettvang fyrir fólk sem var hvergi annar staðar. Þú veist, ef ég má spyrja þig, var ekki eftirspurn eftir því þá? Þú lítur að sjá mælingarnar í því að það sé áhuga á þínu þáttum og því sem þú ert að gera og þannig að það greinlega fólk að úti sem vill hlusta á fólki sem fekk ekki bóði hefðbundum við og líka þetta að vera með svona maður er bara hlusta á viðmælandan og hann kemur bara sínu fram og þetta er bara svona hægt og rólegt og sjálfum sér notalegt
eins og til dæmis átti ekki við Kastljós á blómatíma Sigmars og Helga Seljans þar sem að þeir voru svolítið að gjamma á viðmælandum. Þannig að podcastið öðruvísi. Það eins og þú segir, það svona eins og meiri nálega, læra tempo. Þetta öðruvísi kúltúr. En svo náttúrulega eftir því sem maður lengur að þá fara menn kannski að leita að einhverjum, hvar eru svona, getum við breytt í aðeins, eftir fjölbreytilegra. Það var það sem ég var að pæla í. Því ég nefndi þarna að fólk vildi ekki koma í debatt, ég pröfaði til dæmis þá sem eru fylgjandi skórækt og þeir sem eru á móti því, bara hafði engan á að tala hvoru annan. Og við kannast alveg við þetta úr samfélaginu, að það er erfitt að fá fólk svona sem er í sikkori víglínunni, það bara kæri sig ekki að tala við inn. Nei, og það kannski líka tekur bara svolítið mikið á hjá fólki að fara í svoleiðis umræður og það kannski er þá til í það fyrir ef ég búið í Kastljós eða eitthvað þar sem það gengur að einhverjum áhörundafjölda vísum en það er kannski erfitt að laða fólki í þannig umræður í hlaðvarpi sem það kannski viðmældinni viti ekki í rauninni hversu margir eru að hlusta eða hversu víðtæk áhrif það hefur þannig að þú kannski er tilbúin til að leggja það á því að fara í einhvern harðan debatt ef þú veist að það er svona stór massi að hlusta myndi ég ímynda mér þú kannski nefnir því ekki í svona hlaðvörpum En er þetta ekki að breytast rætt að nú eru hlaðvörp bara orðin stór við þurfum stór erlendis og verða stærri hér og vekja athygli og þú veist þetta er svona Joe Rogan, svo ég minnist á hann aftur hann hefur örugglega ekkert minni áhrif heldur en einhver umræðaþáttur á CNN eða CBS eða Fox eða hvað sem það er oft á tíðum Þetta er einmitt ég ekki daglega en oft á tíðum þá er það þannig Ég held að það sé hárrétt og líka að maður tekur alveg eftir því ég fengi mann sem heitir Konstantin Kissin sem ég spjallaði svo við eftir hlaðvarpi þeir eru svona frekar stórir í Bretlandi og hann var svona náð miklum árangri og þá var hann einmitt að tala það að bara svona menningarlega þá eru podcast að breyta miklu meira heldur en til dæmis eins og hér á landi ég held að eins og Gíslifrið var að segja áðan bara við eigum kannski miklu meira inni hvað þetta varðar það að hlaðvörp verði stærri hlutfall af umræðuvettvangnum og ég held persónulega kannski ekki bestið til að segja til það en ég held að það geti verið jákvæð þróun út af því að það er einkennilegt að markaður hugmynda sé það illa stattur að fólk sem er ósammála geti ekki einu sinni átt samræður og vil ekki eiga samræður og sé ekki einu sinni tilbúin til að takast á. Ég meina maður tekur alltaf eftir í stjórnmálamenn eru í miklu meira mæli að greinilega heimta það að mæta einir í viðtöl eins og í Silfrið og á fleiri stöðum þar sem að þeir vilja ekki greinilega takast á við andstæðinga og maður tekur eftir því miklu meira mæli að þeir séu miklu frekar að mæta í þessi spjöll og fleira þar sem þeir eru bara með þáttarstjórnanda og ég ætla nú ekki að fullera það en ég gerir ráð fyrir því að þau hafa eitthvað með það að segja að þau hafa verið tilbúin til þess að koma í þáttinn ef að undir þeim formerkjum að þau varu með þáttarstjórnandi í staðan fyrir að takast á við hugmyndir sem er kannski mislíkar. Þú ert með eintóm drottningavitul. Já. Það er bara drottningur. Er það? Ég reyni að rósta alla viðmælendur sem ég fæ alveg sama hvar þeir eru í pólitík Þú spyrð þannig en það er alltaf einn sem að mætir Já, það er rétt en ég reyni samt að finna bestu rökin gegn þeirra málstað og leggja það undir því það er svona hef ég allavega heyrt frá þeim sem að hlusta á mér og mínum áskrifendum að þeir séu ánægðir með það út af þeim þeir sjá það ekki annar staðar segja þeir mér að það sé svona virkilega verið að takast á við grunn hugmyndinar það sem ég reyni að eins og það heitir hvað er gott orðið við stílmenn á íslensku er eitthvað gott orðið? Allavega það sem þú ert að reyna að færa fram bestu rök svona andstæðinga viðkomandi það hvað hann eða hún sé hræðileg manneskja og reyna að bera það við þeim Þórarinn lýsir því svolítið eins og að podcast hefur orðið til út af veikleika hvað ég að segja, massametjunar eða þessari sem að verði til í svona broadcasti þið saman á því? Er hún ekki bara svolítið að breytast svolítið mikið? Svo medjan? Já, það sem kallast mainstream media á ensku það tökum bara eitt dæmi nú geta menn haft til dæmis alls konar skoðanir á Samherja til dæmis og meintum brotum þar í Namibíu og allt þetta hvað gerir Samherja þegar þeim finnst á þeim hallað og þeir vilja koma sínum sjónarmiðum framfæri þeir framleiða YouTube-myndbönd búa til sín eigin fjölmiðil í rauninni eða sín eigin sjónvarpsrás eða hvernig sem voru það og koma sér einhverju sjónarmiðum á framfæri
þúsundir manna sem horfðu og allt þetta, þetta og mæta ekki viðtali á RÚV bara ignora RÚV það hver kemur veikur út af því það Samri eða það RÚV eða það fjölmiðlar yfir höfuð eða ég ekki með svari við því en ég velti þessum punktum upp þannig með eitthvað vettvang til að búa til efni og það einst þá með hlaðvörp eða YouTube-rásir eða samfélagsmiðla þetta hugtak fjölmiðla og hefðbundna fjölmiðla það ekki bara svolítið að breytast? Jú þetta bara allt að breytast. Þetta enda eitt sem að Þórður Snær hefur sagt mitt í viðtölunum sem ég hef tekið við hann að hann telur að svona hagsmunasamtök og lobbyistar í Borgartúni séu ég held að hann hafi kastað honum undir vagnin en ég held að hann hafi sagt að það væri krabbamenn í íslensku samfélagi þar sem bara hagsmunaöfl eru í rauninni eins og þú segir að búa til sitt eigið efni til þess að koma eigin sjónum og þá ertu svolítið að hvað ég var að segja svona forðast að takast á við fjölmiðla ég veit ekki hvort að það sé gott eða vont þessi umræðu vettvangur sem að fjölmiðlandi voru hann er ekki lengur en hverjum er það að kenna? Það er kannski dreifingin eins og þessi umræðu vettvangur var til út af svona hálfgerð einangunarstöðu sem að miðlarnir höfðu út af bara analóg dreifingun og svona og að sömuleyti hlaðvörpin afrakstur af því að það brotnar upp að það er allt öðruvísi að vera með efni það sem út að reyna að halda öllum í sófanum að hlusta, 3 ára á barninu og nýræðri konunni og öllum þar á milli og þess vegna er kannski allt efni svona stutt þegar þetta brotnar svona niður og verður til framleiðsla af allt öðruvísi efni að þá getur fólk valið að hlusta á eitthvað í 3 tíma af því að þau hefur sérstaklega náða því en það efni geta aldrei verið boðlegt sem Kastljós, þú getur ekki haft bara fréttirnar og svo kemur Rógan með 3 tíma Nei, en þú fengir heldur ekki klukktíma þáttum sósíalisma á RÚV og ég fengi ekki klukktíma þáttum Nei, það sem að gerist er að þú eru losnar við meginströmsmiðlana að þá allt í einu er engin takmörk fyrir því hvað getur talað lengi eða mikið eða ítarlega sem að var alltaf svona ákveðin bæklun á massamedíunni hún hafði ekki mikla burðargetu En meginströmsmiðlarnir taka hlaðvörpum líka fagnandi og eru eiginlega duglegastir allir að framleiða efni framleiða hlaðvörp upphaflega koma hlaðvörpin til söguna ekki af því að stóru miðlarnir sé ekki að sinna ykkur hlutverki heldur bara því að út á tækniþróun símarnir Apple fer að bjóða upp á í símanum hjá sér að það er alltaf maður kaupir síma frá þeim og það er bara appið tilbúið podcast appið þá fer fólk svona almenningur einhvern veginn að fatta þetta, kveikja perunni svo verða til svona mikrofónar og ódýr tækni til þess að framleiða sem gerir það að verkum að það fara alltaf fleiri og fleiri að búa til þætti í dag er Spotify farið að búa til þannig þjónustu í því sem heitir Anchor sem er svona app eða sem að þeir eiga þeir bjóða í rauninni þú getur bara búið til þátti í gegnum símaðin þú þarft í rauninni ekki neitt annað Þannig að í grunninn er þetta þróun sem verður út af tækniþróun. Hvort að síðan, en svo held ég bara að meginströmsmiðlarnir þeir hafi tekið þetta upp á sína arma og eru að gera mjög góða hluti, menn eins og RÚV er alltaf með vinsælustu hlaðvörpin. Hér, BBC er með vinsælustu hlaðvörp í Breitlandi. En það er náttúrulega bara útvarpsþættirnir sem er bara dreift með þessum hætti. Já, en eru samt hlaðvörp að þau eru sett þannig upp. En en að sjálfsögðu er þetta síðan náttúrulega lýðræðisvæðing fjölmiðla því að það getur hver sem er tekið þetta upp og búið til þætti og tekið þátt í umræðinni og kafað í rauninni dýpara heldur en menn er að gera til þess í sjónvarpi og útvarpi í línulegri dagskrá þannig að jú, þetta er svona sambland af þessu, það er tækniþróunin og svo kannski einhver eftirspurn sem að þeir eru ekki að sinna þessi stóru miðlar. Ég held að þetta sé mjög góður punktur út af því að það er líka búið að vera það er ákveðið dagskrárvald sem hefur verið riðlað undanfarin ár sérstaklega með eins og þú talar miklu meira aðgengi að því að þú getur keypt mikrofón og í rauninni bara básúna þinnum skoðunum fyrir þá sem vilja hlusta og þetta er ákveðin lýðræðisvæðing og það er alveg rétt að sé ákveðið svona vilda vesturs svona þema yfir þessu sérstaklega eins og meira í Breitlandi og Bandaríkjunum þar sem ég held að hlutdeild hlaðvarpa sé miklu hærri en þetta er svona mikilvægt sem að þú ert að segja þetta er ákveðin lýðræðisvæðing og það er ákveðin svona andstæða við frelsi vil ég meina að það sé allir sem eru ósamála eða setja spurningamerki á einhverjar
sko ákvarðanir stjórnvalda eitthvað fleira tvíumlíkt, það upplýsingaóreiða og við sáum þetta mjög mikið í COVID-19 að það var allt upplýsingaóreiða sem að við vildum ekki nákvæmlega skrifa upp á og við vildum kannski ekki láta loka fyrir inni og okkur fleira tvíumlíkt og þá var það bara orðið upplýsingaóreiða og mér finnst þetta vera svona varhugaverð þróun í sambandi við svona hvert við viljum stefna í þessum efnum og svona frelsi fólks til þess að tjá sig og frelsi fólks til þess að hlusta að sko ég kannski trúi minna að RÚV taki þessu það mikið fagnandi út af því að þau eru alltaf að keyra inn auglýsingar það sem svo mikið upplýsingaóreiða og við hefum bara treyst upplýsingar frá þeim. Ég held að sé ákveðin lýðræðisvæðing þar sem að fólk getur í rauninni opinbera sína skoðanir og þó svo að það sé svolítið vilt að vestur í dag að þá telja að fólk getur í valið sko. Það er lýðræði. Eitt er náttúrulega að opna gluggan og rópa eitthvað út og það er allir að fá það að tjá sig. En til þess að lýðræði virki vel að það þarf að vera eitthvað svona vettvangur þar sem að umræðunar hittast. Það sköffuðu náttúrulega lýðræði í okkar heimsluta byggðist náttúrulega á massamedjunni. Hún var vettvangurinn þar sem að fólk var að deila ólík sjónarmið og var bara að máta sig í þessu og það var svona sameiginlegur vettvangur þar sem höfðu heldur aðganga. Þegar þetta brotnar upp með internetinu og hlaðvörpunum að þá fólk bara meira og minna að hlusta og horfa á það sem að það var áður sammála og ég held að þetta sé alveg vandamál í Bandaríkjunum að þú veist hvernig ætlar að ná landinu saman því að það er bara fólk er að horfa bara bara býr í sig úr landinu sko. Er þetta ekki og hlustar ekki á rökræður þá og missi kannski af bara heyrir ekkert í hinum sko. Nefnum að þú heyrir bara af hinum að hvað eru vittlausir. Já, það er alveg faktor í þessu. Ég tek alveg undir það. Þetta líklega gerast einhver leyti og fólk bara velur sér. Ég meina þú hefur náttúrulega ekki endurlega tíma til að horfa á efnið eða hlusta, þannig að þú velur þér hvað þú vilt hlusta á. Það er eitt sem við erum alveg að gleyma þetta í þessu umræðu að hlaðvörp eru ekki bara pólitík og svona, það er líka bara afþreying, fótbolti og glæpir og alls konar sögur og allt þetta sem er auðvitað mjög áhugavert líka. Og örgulega miklu meira sko. Örgulega miklu meira endur pólitík sko. En þetta er kannski alveg rétt, ég meina, þú veist, en hefði þessi þróun ekki gerst átt sér stað hvort sem er? Ég held að bara hlaðvörpin séu hluti af þessu. Já. En þú sér samt hlaðvörp eins og Joe Rogan til dæmis, þó að hann sé umdeildur og allt það, þá er hann samt sko, hann er í grunninn svona liberal, vinstri maður vill hann meina sjálfur sko, og hann fær gesti sem eru sko af alls konar sauðahúsi sem að hafa hinnar þessu skoðanir á málum, samfélagsmálum. Þannig að þú veist, það er langstærsta hlaðvarpið sem er í gangi núna í heiminum. Það er einmitt svona, þú veist, það er alls konar skoðanir sem koma fram sko. Þannig að það er svona markaðstorg hugmynda þar til dæmis. Þannig að ég held einmitt að sko allavega, ég kannski þekki ekki bandaríska markaðin og ég var að nefna þetta í Bretlandi þar sem að voru tveir menn sikkur með víglínunar eða svona hugmyndafræðinar sko sem eru að gera vinsælan þátt. Joe Rogan er vinsæll, hann er ekki einsýnn í stjórnmálum finnst mér sko. Þannig að er það ekki það bara málið? Er það ekki líklegt til vinsælda að vera opinn fyrir hugmyndum og taka debattinn hitt og þetta frekar en ég allavega get ekki nefnt mörg hlaðvörp sem eru mjög svona annarkvort hægri pólitísk eða vinstri pólitísk sem að njóta mikill að vinsælda það sem að mennir einhvern veginn að búa til einhvern bergmannshelli sko. Að getur verið að hlaðvörpin séu þá frekar leið frá svona þessum klofningi, það er náttúrulega ef maður horfir á bara CNN og Fox í Bandaríkjunum þá er þetta sikkur sjónarhorni á Ég hef aldrei hort á Fox en það eru mörg ár síðan ég gat ekki að horta á CNN sko. Út af þessu, að þau bara fara yfir á annan vængin. Er það ekki meira bara tveir miðlar í tilvistakreppu sem að í rauninni eru að keyra út á svolítið svona gölnum þeim út af því að þeir virkilega þurfa. Þeir sjá að ég hlustaði á Sam Harris og Fareed Zakaria minni mig 2017 þar sem þeir voru að ræða sem sagt aðkomu CNN að kjöri Trump og þá sagði Fareed Zakaria sko að það þurfti svona að horfa til á það sko að hér væri milljarðamæringur sem væri mjög frægur að bjóða sér fram sem forseta og í starthólunum segir hann að Mexikanar séu nauðgarar og hann var svona að reyna
vernda svona ímynd CNN hana, en svo í kjölfarið þá náttúrulega lenda þeir í mjög mikið krísu þar sem þeir sjá bara að neikvæðu fréttinar fá miklu meira athygli heldur en jákvæðu. Steven Pinker fjallar þetta til dæmis, hann segir að það mjög svona við aðhyllumst neikvæðum upplýsingum út af því að við erum líklegri svona líffræðilega til þess að vilja takast á við neikvæðar hugmyndir og þau þurfum ekki að takast á við jákvæðar hugmyndir og það ekkert að vera betur bæta okkar líf. En þetta nær svona inn á okkar versta innsæi að horfa svona mikið á neikvætt og maður sér, ég hef alveg hort mikið á CNN og mikið á Fox og maður sér eins og þú segir, þetta bara 2 heimar. En hefur þetta ekki alltaf verið svona að maður fer inn í bókasöfnin og það ekkert mikið jákvætt í Shakespeare? Nei, en eins og segja það bara morð og svik og bara sama. Já, en það munur á sko, stigsmunur og eðlismunur þó svo í eðlisinu sé Shakespeare kannski eins og Fox News að þá stigsmunurinn sá að þú ert alveg að gera fólk stjörnu rugla sko. Ég fólk hvað útrás fyrir þessa löngun eða þörf svona einhvern veginn í hlaðvörpum bara með því að hlusta á glæpaseríu sko, sem það vinsælasta af öllu einhvern veginn ofta tíðum. Það ótrúlega margar seríu sem fjalla glæpi. En þið ekki að segja að þetta lága tempó og þessi svona nála sem í samtalinu, það sé eiginlega bara gott að podcasti sé eiginlega mótvægi við þetta ástand sem þú ert að lýsa til dæmis það sem að vera að gera fólk vittlust á bara einhverjum svona heimsendaðu upplifun. Já, ég held að eins og Guðmundur var að segja sko sem Joe Rogan sem fæ til sín ólík sjónarmið og fólk af alls konar svona öllum skala stjórnmála og líka bara vísindamenn og lækna eins og ég nefndi á hann og svona það þá, já ég var að segja dýpri umræðu mál, kannski tekur 1-2 tíma eða eitthvað og hvað sem menn eru sammála við komum ekki, þá er fólk ekki bara í leita að einhverju þekkingu og dýpri umræðum einhver málefni heldur en það kannski að færi með að hlusta á kappræða þátt í korter eða 20 mínútur. Það er ekki það sem að fólk kannski er þá að leitast meir eftir. Ég held til dæmis að hann hafi haft mjög mikil áhrif á svona frjálslyndari stefnu í fíkniefnumálum í Bandaríkjunum á stefnu stjórnvalda þar. Joe Rogan, hann svona opnar á þá umræðu alla að menn svona nálgist það allt saman á mildari hátt. Lögleiði kannabis og annað slíkt. Einn maður sem býr þetta til í kringum eigin karakter að hann hafi haft mikil áhrif og hvað það segja, Washington Post á þessum tíma. En þetta ekki líka bara ákveðin út af því hann kemur og virðist koma fram af ákveðinni einlægni? Það held ég það sem fólk svona svolítið að leitast í að sé ekki endilega kannski einhverju svona uppstilt jakkaföt að takast á við einhverjar þykjustunni hagsmuni. Þetta eins og ég á CNN og Fox News þar sem fólk bara einhverjar við erum bara hreinskilin gerfi samræður eins og það vísa á hann í sambandi við Silfrið og fleira já, ég vil meina það fólk hefur séð í gegnum svona massamedjuna sem er ankorinn sem situr í predikunarstónum og segir sannlega segir yður í fréttum með þetta helst að fólk bara trú ekki þessari sviðsetningu sem í sem massamedjun sumiliti byggði í kringum. Ég myndi kannski ekki segja að þetta var gerfi að tala fyrir en algilda sannleika. Ég myndi frekar segja sko að eins og með Silfrið þá eru sko hvatarnir þannig að þú kemst klakklaust frá því að í rauninni hvað ég var að segja stinga höfðinu út með því að segja bara þessi mikilvægt að við eigum einhverja samræður og fyrir stjórnmálamenn í dag þá rosalega mikilvægt að þeir séu ekki teknir eins og með vinstri mennina að þeir séu ekki teknir að lífa á Twitter og fyrir hægri mennina að þeir séu ekki að greina sjávarútveginn þannig að ef þeir sleppa bara við samræður að þá rauninni komast þeir svolítið klakklaust frá því að svona, já, þurfa að takast á við einhverja alvöru hugmyndir og eins og í Íslandi þá finnst mér stjórnmál vera frekar döpur svona innbyrðis það hvernig svona umræður sem að þessi staði eins og í þessum umræðaþáttum það ekki mikið verið að tala pólitík það bara ungmenni að hræðilegt að þau séu að stinga hvort annað og svo bara, já, að mikilvægt að við eigum þessar samræður ekki hugmyndir þá ekki hugmyndir, ekki stefnur það ekkert mjög erfitt einhvern veginn að takast á við svör segja bara að við þurfum að takast á við þetta við þurfum að gera eitthvað í þessu við verðum að fara að eiga samtalið það hvað einhverjum hópum líður illa. Þið talið hugmyndir eða ekki? Jú, við þykjumst gera það allan við þykjumst gera það allan er það upplifur þetta sem svona deglu ykkar hægri manna
þjóðmál það sé gott fyrir hægrið að eiga svona pott Já, hægrið og fleiri því ég veit nú að það eru margir vinstri með sem hlusta og sem er bara frábært og ég hlusta stundum og þegar ekki samfæri mig Nei en mér veist gott að hlusta meira mér finnst það hlusta okkur kannski kemur að einhvern tímann en þá er sko En koma vinstri menni setti á þér? Já, þeir sem ég hef bóðið sko en ég hef ekki verið nóg dulur að bjóða vinstrimönnum Ég meina það En jú, það er ég takk að gera meira því Ég held að myndi auka vinsaldinar Ég hugsa það líka En mér langar að prófa þetta Akkur að segja þetta stundum heyrið með þetta að fólk sé ekki að tala saman og svona haldið að sé svona eftirspurn eftir því að fá heyra fólk þú veist, tala saman það er alveg samræður ef það er líka á einhverjum sko, ég hefði allan ekki hyggju að fá vinstrimann til að rífast þenni klukkutíma ég skal alveg taka samræði við vinstrimann hugmyndir og staða einhverju svona bara þessu lefiri sem við erum að gera hér núna sko ég og þú verðum örgulega seint sammála pólitík en við getum alveg spjalla saman hérna og svona eitthvað og það er kannski alveg vettungur til að nýta að einhverju leyti Við séum sammála það hvernig við tölum saman þú þurfum ekki að vera sammála skoðunum Þú vart nú með varaþingmann Sjálfstæðisflokksins hérna daginn Arnar Þór Já, akkurat Það kom mörgum á óvart það samtal Já, það var mjög svona persónulegt samtal og óvinnilegt pólitísk umræða eða hún fór náttúrulega langt út fyrir það að vera pólitísk það var mjög persónuleg Og það persónulega pólitískt sögðu rauðsúkunar í galva það? Já. Þannig að en það var svona, það hefur eflaust fengið mikla hlustun í myndaði mér, af því að það var nokkuð umtalað, að sá að fólk svona var að mæla með því á samfélagsmiðlunum og svona, því að þetta var svona óvenjulegt viðtal. Og þar voru því, þarna hægri og vinstrið, það tala saman. Tveir óvenlega menn reyndar Það er eins og allir eru líklega þannig að því ef að í podcastinu þú fara að tala lengi í 1,5 tíma það máttu vera helviti skrítin eða þú verður ekki eitthvað óvanilur ef þú opnar þig þannig En má ég forvitnast það því að við vorum að tala hérna um þjóðmál ég kíkti bara hérna á vinsældalista iTunes í dag og ég sé að þið eru í 9. sæti yfir hlaðvörp á Íslandi sem er bara mjög gott Gunnar, þið eru í 149. sæti en ég er að velta fyrir mig hérna, hvað eru það margir hausar á bakvið svona tölur gefið þið það upp, ég meina maður hefur heyrt á svona vinsæl hlaðvörp séu kannski í kringum ég veit ekki hvað ég fara hátt sko, 11.000 meðaltali kannski herra 13.000 hvað, þú veist að ég bara maður er að velta fyrir sig hvað áhrif pólitísk hlaðvörp hafa hvað væri þið að Sko ég er bara ekki með nákvæmum tölu það sjálfur af því að það er þannig að þú minnst á Anchor á sko, og Spotify þú getur séð ákveðna tölur þar iTunes til þess gefur ekki upp tölur nákvæmum tölur sko ég myndi giska á að svona meðal hlustun á þetta í þjóðmála sé ekki starf bilinu svona 6-7-8.000 kannski 9.000 vinsælli þetta sko svona eins og komið Hvað er þetta að sækja þessar tölur? Þannig að þetta er svona ég teka fram, þetta er gisk sko En maður hefur heyrt þetta svona með vinsælhæður það sé svona í kringum fari milli 10 og 20 skulum segja það bara, það er það bara talsverð Það er það sem hafa svona breykað almennilega í hlaðvarpinu Hvað segir þið? Það er svona hafa breykað Já maður sagði oft í gamla dag í blöðunum sko annarkvort selur 200 eindök eða þú ferði yfir 5.000 það er ekki þannig á milli af því að annarkvort eru bara frænkurnar þínar að hlusta á þig og lesa ljóðið þín eða þú breykar og ferð þá út í einhverja dreifingu sko. En svo er þannig sem sko, við erum illa hvað er þessu margir sem hlusta á það ég áttum ekki á það, svo er þetta svo ólíka veitur þetta er iTunes og þetta er Spotify og Rúvappið líka og allt þetta sko, þetta er svona Ég hef óskælt tölum frá Rúf á hlustun, ég fæ þær ekki sko en ég gæti fengið tölum frá Kjarnanum eða semst meðan hann var Okkur vilja ekki veita þær þessar tölur? Ég veit ekki, ég hefur svo sem ekkert gengið eftir því sko en ég hef ekki fengið neitt frá þeim Og Rauðaborðið fættist á Facebook og erum vel ekki podcast í þeim skilningi við fórum til að seint út í podcast og erum svo YouTube og erum mest svona vídeo eitthvað fyrirbrigði Þannig að Finnur þú fyrir þetta hafi áhrif út í samfélagi? Já, þetta er svona ég hef vunnið alls konar miðlum bæði fréttablaðinu sem var drift í hvert hús það sem var í sko risastórum sal og svo í sko minni miðlum gefið alveg út í sko pínu lítil blöð menningablað og eitt vikublaði hétt Eintak sem var eiginlega svona síðpönkblað á efnastöðnunni og upphaf stafisárana
og ég rakst á eitt svona blað daginn og sá svona fílingi sem var í samfélaginu, þannig að ég hef verið á svoleiðisblöðum líka. Ég hef líka skrifað í Alþýðublaðið og svona sem að ég held að það verið bara 300 eintöku eitthvað. En þá gat maður samt haft áhrif á samfélaginu þóttu sett með lítið gjallarhorn, það bara svolítið öðruvísi og þegar þú komin út í stóra salin, að því að salurinn mótar alltaf það svona að segja, það ekki endilega skemmtilegasta blaðamennskan að vera með fullan sal sko. Þú sagði einhvern tímann að ætlaði ekki vera upp á sálum Fréttablaðsins að blaðið þyrfti þá, blaðið væri að bjóða sér heim til fólks og þyrfti þá að vera kurteist og þyrfti að vera kurteist einhver leiti. Þá ertu bara einhverju andiri þar sem að þú ert heima við fólki og tekur til þess. Það er allt annað en að vera bara einhverjum punkklúbnir í kjallara þar sem að fólk bara kaupir sig inn og þá máttu bara spila allt þessi músík. Hvort hefur meiri áhrif? Ég bara hef ekki hugmyndu það sko. Þetta er bara alveg þetta er bara sikkvort svona eins og ljóðaformið sko. Má ég velta beinu spurningu út að ég held að þið hafið tölvöld með reynsla fjölmiðlum heldur en ég. Þetta ég aldrei ekki fjölmiðil og þetta er hlaðvarp ekki fjölmiðil, minna það. Akkur ekki? Út af því að þetta er bara streymis afurð sem að hver sem getur sett fram. Bara fólk að tala saman við opið glugga. Já, og mér finnst sko, fjölmiðl til þess að fjölmiðl þá þarf hann ritstjórn og fjölmiðlanefnd vil náttúrulega koma puttunum í okkur til þess að ég veit ekki til hvers til þess að ritskoða okkur eða hvað sem það er, en þetta er náttúrulega bara fólk sem að tjá svona skoðanir opinberlega og að býðum grundvelli, þannig að ég finnst alveg fráleitt að kalla það fjölmiðla. En aftur á móti í sambandi við fjölmiðla, sko, hafið þið einhver áhyggjur, þið sérstaklega sem eru svona fjölmiðlamenn, en núna er Sigmundur Ernir Hringbraut og Fréttablaðið fellur en samt einhvern veginn áfram, að þetta muni koma til með að svona, hvað ég var að segja, skerða fjölmiðla á Íslandi. Nú eru þeir svona margir með við höfðutölu að svona hlaðvörpin og svona hærri hlutdeild þeirra muni koma til með að svona skerða hlut fjölmiðla. Nú erum við með Heimildina sem að er svona, já, í starthólunum eftir að koma í ljós. Hefur þú áhyggjur af þessu? Að hlaðvörp og svona samfélagsmiðlar. Já, ef þau eru umtalsvert svona stærri hlutdeild af upplýsingaöflun almennings. Ég veit ekki. Ég vil bara segja það. Það er svo margt sem að spila þarna inn í sko, sem að ég öfunda ekki þá sem að reyna að halda út í sko, fjölmiðlum í dag. Að finna einhvern veginn staðið þeirra og heilluna þeirra. Ég held að ég held að þú þurfur bara að hafa 3 hausa til þess að hugsa það sko. Já, ég ætla ekki að gera stómar í því sko. Ég meina það er, þú veist, ég held að trúverleikin sé alltaf það sem heldur fjölmiðlunum gangandi meira heldur en formið á því hvernig eru settið fram og bara eins og ég tala fyrir minn vinnustað sko, Morgunblaðið, fólk getur haft einhverja skoðanir á ritstjórnarefninu en ég held að megin þóri fólks treysti fréttunum og blaðinu og netinu, þannig að það er það sem heldur lífinu í einhvers konar formi. Við höfum að sjá bara hversu lengi prentútgáfa eftir að koma út og allt þetta, menn er búin að spá dauða prentsins í 20-30 ár, þú þekkir það nú, en blöðin kom út ennþá sko. Það er bara lengi að deyja, en ég formið á fjölmiðlum mun potið breytast og er að breytast og fólk virðist hafa áhuga að hlusta, það er eitthvað sem er bæði vegna þess að það er mjög mikið framleitt og svo líka bara fólk virðist gefa sér tími að hlusta kannski frekar en að lesa En að þér að tala um upplagstölur og ég var að tala um hann að breyka og eitthvað svona, það var einhverjum ástöðum daginn að þá kom eitthvað til mín. Ég held að það verið umfjöllun Heimildarinnar snjóflóðið á Súðavík og það kom umfjöllun af einhverjum blöðum sem ég hafði verið með. Þá fór ég svona að reyna að bera saman grundvöllin sem að var á þessu blöðum og þá voru svona 20 pluss ára tímabil og hægt að gefa út svona vikublöð í góðu árferði og við seldum lausasölu og vorum áskrift og ég held að kannski á pressun hafi verið kannski 5.000 áskrifundur og 9.000 í lausasölu og svo sá ég lestratölur í þessu. Lestratölurna sem voru á pressun á þeim tíma eru þær sömu og eru í mokkanum í dag. Munurinn á því er það að við vorum með lestur sem var jafn eftir öllum aldurshópum á meðan að sko lesturinn er miklu meiri í eldri hópunum í Morgunblaðinu. Þannig að lesturinn á Morgunblaðinu í undir 50 er kannski næri ekki því sem að pressan var þá. Og pressan var þá algjör jaðarmiðl.
Ég er bara að tala um sko hvað þetta eru sko brjálæðislega breytingar sem hafa orðið sko. Og þeim tíma var Morgunblaðið náttúrulega bara dómkirkja íslenska fjölmiðla eins og RÚV. Þannig að breytingin svo stórkostleg sko. Þannig að ég myndi aldrei þóra spáninu sko. Hvert þetta gæti farið sko. Eitt sem var sagt á podcast-einu við mig var að podcast eins og blogg eins og manni geti allir voru að blogga en það er eiginlega aðeins síðara því að þú getur ekki bara setið og þrumað út skoðanina þú voru alltaf að bjóða einu gesti sem þú ræðir við þannig að þetta er eiginlega svona síðað blogg. Já, það er svona alveg sumir, ég menna það er maður sem heitir Tim Pool sem er bara það er mikið á YouTube og það var hann bara með sig í skjánum sko, svona neðar og er að lesa fréttir og túlka þér og það er alveg meira af þessu það er hann heitir Pacman Show sem hann heldur úti bara hlaðvarp eða sem hann er bara einn að tala og það er alveg margir þannig sko, ég hef ekki heyrt neinn á Íslandi vera með slíka þætti þar sem einhver er að tala einn nema þá að sé einhverju upplestur á einhverju efni eða eitthvað þvíumlíkt en það er alveg til sko að fólk sé að þruma út sínum eigin skoðunum allavega erlendis. Það er allavega mikil eftirspurn því. Jú, það er mjög mikil eftirspurn en svo Pacman, já, og Tim Pool líka hann er mjög vinsæll. Það er ekkert að, ég held að það sé ekki mikil eftirspurn því hér heima. Nei. Málið það bara, í Bandaríkjunum getur bara hver sem gert hvað sem í rauninni sko. Ef þú ert með 10.000 áhorfandir í Bandaríkjunum getur bara haft tekjur að því og lifa sæmilegu lífi sko. Nær því aldrei á Íslandi en ég sko var til samverðu í bloggið ég held að sé bara engin eftirspurn eftir því að einhver sé að ælóta sér einhverju vitleysu hverjum degi eða einu en það var á tímabili já, kannski á bloggi þú veist en það var einhver að lifa á bloggi .is hjá ykkur eða ekki það er ykkur nokkri ennþá að skrifa þarna þetta var svona bara tímabil sem það var já, ég bloggaði hann á sínum tíma mjög langt síðan ég er í vandræði með bloggið mitt í dag ég veit ekki hvert ég á að fara, það er engin almennilegu vettvangur fyrir svoleiðis lengur maður var áður á DFF .is og ég maður skrifaði pistla þar sem að ég allavega teljan sagði mér ekkert sem að maður hefði farið vel yfir 100.000 í lestur þannig að þú veist það var til einhvers að vinna að byrta blogg á þessum miðlum svo fór ég á Stundina en svona, þau eru svolítið búin að einhvern veginn íta því út sko það er meira svona bara aðsendu pistlar en það er einmitt kannski eitt að bloggið er svolítið í einhverju krísu líka. Er það ekki bara annað dæmis að þetta breytist allt saman og við veitum ekki hvert þetta fer. Smekkurinn er bara ólíkur. Kannski er bara, það er líklega bara minna lesið í dag heldur en áður. Fólk vill hlusta eða horfa. Það er bara þú er samt kannski bara 5 mínútur að lesa pistil en þú kannski hlustar klukkutíma þátt. Þetta er svona þetta er lífinu skritið, þú spáðar í því. En þú getur skrellt kartöflur á meðan þú ert að hlusta á þátt en ekki. Já, og bróður saman þátt og keyrt bíl og eitthvað svona sko, þú veist, en hversu oft, þú veist, já, ég meina þú vantilega samt hefur einhvern tímann yfir daginn 5, 10, 15 mínútur til að lesa fréttir eða blogg eða eitthvað svoleiðis eða skoðana pistil eða sem fólk kannski gerir í, þú veist, einhver hluti, en Er þetta ekki líka, er ekki fólk bara rosalega mikið að skrifa skoðanapistla á Vísi og á fleiri miðla? Er þetta ekki búið að færast yfir að það? Færi dreifingu og getur gert ráð fyrir því, það er erfitt, það var alltaf erfitt, ég var náttúrulega ekki alveg hann á, þegar bloggið var uppi þá voru svona táningar að setja upp svona hópasíður, þar sem við vorum að setja myndir af okkur fullum, en í dag er þetta náttúrulega bara mikið til vísir þú færði ekkert fólk til þess að fara inn á einhverja bloggsíður og fylgjast með held ég en svo sér maður líka sko nú það er svolítið þrói núna finnst mér á íslensku hlaðvörpum að það er verið að setja upp sko greiðslu veggi á hlaðvörpum þannig að fólki farið að þora því sko það var nóg mikið sjálfstraust sem framleiðandi þátt til þess að biðja greiðslur fyrir þá sko Þóran gerir það þú ert farin að gera það Gísli gerir það ekki Nei, mér finnst það svolítið áhugaverð þróun sko. Það var erfitt skref og ég man sko líka samt sko mér fannst það ekki erfitt út af því ég sá tölunar og það eru mörg hundruð mann sem að hlusta á dag sem að mér finnst bara þokkalegt með við umfang en mér fannst það aðalega erfitt gagnvart viðmælandum mér fannst einhvern veginn eins og að væri pínu óþægilegt að vera að fá fólk til þess að koma í 1,5 tíma og ég segja svo við ég ætla að gefa út hálftíma en svo talaði ég við Kristján Kristjánsson sem er með Sprengisand sem mér finnst hann vera undanskilinn þessar umræði sem vorum að ræða mér finnst hann vera með mjög góða fréttaskýringaþætti þætti þjóðmál
og hann sagði mig að sko þeir sem að búa til efni þurfa að bera ákveðna virðingu fyrir efninu og þetta ótrúlega mikil vinna og þetta eins og maður horfir kringu sig, ég veit að þeir sem að horfa sjá þetta ekki, en þetta ótrúlega mikið umstang og vesen, sérstaklega þegar komið með þetta í mynd og maður þarf svona að bera ákveðna virðingu fyrir sko bæði sko efninu og líka sjálfum sér náttúrulega að eins og ég segi að hafa þrek og þor í að setja þetta baku út af því að eins og segja þetta eins og við allir vitum þetta mjög mikil vinna og þú veist eins og með allt annað þú veist ef þú fær pípara teginn þá þarf það að greiða honum og mér finnst það bara að vera saman með hlaðvörp að ef að fólk vill hlusta að þá það bara að greiða fyrir það. Kísli, þú getur rukkað en vilt það ekki eftir það vegna þess að þú ert í trúboði? Kannski. Já, ég sko þú ert á mission þetta bara ég nefndi þetta held í upphafi að þetta væri svona hobbyismi sko að gefa út hlaðvörp en jú, þetta hugsjón líka og ég ger þetta hugsjón og Þetta gefur náttúrulega út úr þjóðmálum sem svona think tank hægri bara, hugsað upp að það en það ekkert upp úr þess að hafa Nei. Þú veist, ég lifi ekki á þessu, ég þarf að vinna einhverstaðar á daginn, sko. Ég alltaf að biðja eftir að setja það bak hugsað að fara að rökka? Ég hef alveg hugsað út í það, já. Og það getur vel verið að maður fari einhver á þá leið, þú veist, að því að auðvitað, ég að sammála þetta áver efni sem að svona, fólk á bara virðingu fyrir að því litum til að þetta framleiðsla og þetta kostar peninga og tíma og allt þetta og þegar maður bara með fjölskyldu og börn og svona, þá þarf maður réttlega það að maður sé að sinna einhver hobby trúboði, það Mér heyrist þeir vera að hlaða upp í það að fara að biðja ríkisstuðning Loksins fyrir en þá En eru hlustendur tilbúin til þess að borga? Þú upplifir að það komið svo kúltúr hér að fólk sé til í að henda 1000 kallar mánuði í hlaðvarp Það ástæðan fyrir ég ekki fari ég bara áttum ég áttum bara ekki á því sko. Nei, og ég skal bara líka viðurkenna það sko, þegar ég byrjaði við erum með í rúmlega 2 ár ég hugsa alveg með mig hversu margir að hlusta á þáttum viðskipt og pólitík það hljómar kannski ekki rosa skemmtilegt sko. en svo bara hefur hlustendahópurinn orðið stærri en ég kannski gerir það fyrir upphafi og ég vil auðvitað sjá hann verða ennþá stærri en hvort að fólk borgi fyrir það ekki ég átta mig bara ekki á því En maður sér að auglýsendur eru komnir inn í allavega svona þessi vinsælli hlaðvörp menn eru óhræddir við það að auglýsa orðið sko. Já, maður verður náttúrulega að hafa eitthvað upp úr þessu ef maður ætlar að vera að standa í þessu og eins og við vorum að ræða hérna áður en við byrjum að taka upp að sko bara það að halda þessu úti og hafa sko þreki það náttúrulega eins og við vorum að ræða langflest hlaðvörp deyja bara í starthólunum menn gefa út 1-2 þátt og svo Já, og það bara út af því að það tekur mjög mikla elju að halda þessu úti og ég held að Kemur þá ekki bara eitthvað nýr, þú gefst upp og nennur þess ekki, þá kemur eitthvað ferskur og heldur út í sínu í 1 ár og svo hættir hann Ég sko hef bara elt Sam Harris með þessu sko, ég gef út þriðjung og sett þriðjung 2/3 bak við paywall og mér hefur fundist það að vera svona allavega hinga til ákveðin svona snirtilega lausn og já, ég er með Mér heyrist að þið sem að tala að þetta sé bara komið til að vera þetta bara mikilvægur hlutur í þjóðmálumræðinni Svo lengi sem þetta ekki ríkistyrt þá ég ánægður mér langar að það Guðmundur segir að besta podcasti sé búið til á ríkinu Hvað var það? Vinsalasta Já, það vinsalasta, það alltaf í ljósi söguna Við erum markasmenn og trúum því að það sem selst mest best Það er rétt það ríkið best í að selja það bara hannig það náttúrulega, hún hefur náttúrulega það fórskot sko, að hún hefur þá þetta að starfi allavega hlutastarfi það fáið sem hafa farið út í að búa til svona unnin podcast eins og hún við erum flestir í því að bara spinna þetta Já, við getum gert þetta svona með mjög auðveldum hætti sko. En hitt bara algjör undantekning á íslensku markaði að fólk sé að búa til pródúsera það þætti En hún ekki, þetta þetta frábær þættir hjá henni veru sko, en hún að búa til útastátt Þetta útastátt í húsi í fyrirtæki sem fær 7 milljarðar ári sko, þannig að þetta Hver munurinn á útastætti og hlaðvarpi en það skildi því hvaða streymisveitu við notum? Já, í þessu tilviki framleiðslu getan og framleiðslu teknin á baka það Þið voru svolítið á þessu að það væri eitthvað í forminu sem hefur kannski það út af dreifileiðinni og að því að það fólk sem hefur sérstakann á og efninu að hlusta þess vegna hefur meiri svona burðargetur, getur afslættina lengri eða dýpri eða
annars líkt að það sé eitthvað í forminu sem ólíkt. Já. Af því að 3 tíma þáttur Rógan gæti ekki verið þannig á milli harmoníku þáttsins og dánatilkynningarna RÚV. Nei. Það eitthvað, það öðru, þetta sem ég var að segja áðan með salin, það ekki almenningur í sannum. Það fólk sem að gefa sig við að hafa áhuga á þessu. En það líka út af því að fólk fær núna að ráða eigin dagskrárvaldi af því hvað það tilbúið til þess að nota sér til afþreyingar. Menna eins og með þjóðmálin, það ætla að sé ekki svona þeir sem eru hægra megin og viðskipta þengjandi eru líklegri til þess að hlusta og þeir þá velja það frekar heldur en að horfa á línulega dagskrá og RÚV eða Stöð 2. Og það það sem held ég að sé búið að breytast þetta valfrelsi fólks í því hvers konar afþreyingu það sem náttúrulega alls konar fylgikvilla þess sko. Þetta er bara eins og í sjónvarpsstreyminu nema í sjónvarpsstreyminu framleiðsla fyrir sjónvarpsstreyminu náttúrulega bara svo miklu flóknari þess vegna í rauninni ekki svona litlir framleiðendur þar eins og í hlaðvörpunum sem að verða til að því að þetta bara svo þægileg framleiðsla sko, auðveld framleiðsla í grunni þótt að hún sé tíma fyrir eitthvað erfið fyrir svona einstaklinga sko, en þeir geta þá staðið í samkeppninu við stóru miðlana. Ok, hvað hlustið þið á af... Ég ætla að spyrja, erst þú ekki trúboði líka? Jú, ég alltaf bara í trúboði og fer bara hvert sem kemur meira til þín ég hef nú ekki kannski mikla trú að ég myndi ná hlustuðu þínum, en ég fer í útvarpssögu og bítið og til allra sem að bjóða mér, til Frosta Eru þið trúboðar? Ætlið að fara að viðurkenna það báðir? Þetta svona tókufrasi sumuleyti þetta rekið eins og trúboðstöð að við erum með efni og þú getur styrt stöðuna, getur gengið í alþjóðfélagi sem rekur þetta og það það sama að þú leggur til penning í þetta til þess að þú fáir þetta efni en jáfnframt til þess að aðri fái það. Ég held að það sé ólíklegt að við förum að selja sko þeim sem hafa efni á að hlusta á rauðaborði, mér finnst það ólíklegt. Voruð þið ekki að halda upp á þá daginn að þið voru komin 1 milljón í áskrift? Á mánuði, já. Á mánuði, í áskrift. Og er komið eitthvað meira síðan. Það mjög sérstætt að það sé valkvætt. Ég meina ég styrki ykkur og ég kaupi mokkan og ég reynir reyndar að styrkja alla sem að reyna að búa til efni og mér finnst það svona í prinsipinu finnst mér það mikilvægt sko. Og ég held að skipti máli ef að ég styrkja eitthvað fjölmiðil að ég sé jáfnframt að styrkja að aðri geti hlusta á hann. Ég held að hljóta að vera til í einhverjum svo hugsun og það sé mikilvægt þess að ég sé ekki bara að kaupa þjónustu sem að ég fæ en ekki aðrir. Íslendingar eru alveg einstaklega hrifnir af fríu dóti sko. Það er bara þannig. Þetta er ákveðið þröskuldur sem það þarf að komast yfir bara að sko, ég til dæmis maður styrkir náttúrulega þessa vefmiðla eða sem sagt greiði fyrir þá þjónustu en ég á þetta eftir til dæmis að taka skrefið að borga fyrir hlaðvörp. Ég hef ekki ennþá gert það. Það er við þröskuldur. Já, þetta er svolítið svona, já. Það er svona hlustar á þjóðmálun ekki einpæling. Hvað segirðu? Það er svona hlustar á þjóðmálun ekki einpæling. Herðu, en hvað hlustið þið af podcastum? Ég hlusta á Þjóðmál, ég hlusta á Lex Fridman, ég hlusta á Sam Harris svo eru svona nokkrir hagfræði, svona Freakonomics og fleiri því líkt já, svo er ég reyndar rosalega mikið bara að hlusta á Thomas Sowell og Christopher Hitchens og gamlar upptökur af þeim Það er staðfestað í trúni Christopher Hitchens og Thomas Sowell er náttúrulega algjör að endurverði meiði en ég held samt að þeir hafa verið ákveðnir svona prinsipmenn með tillit til frelsis sem ég þykir vera undanhaldi og ég reyna að hlusta svona frjálshyggju podcast og svona Christopher Hitchens þótt að hans hafa ekki verið mikill frjálshyggju maður. Gísli, hvað hlustar þú á? Já, ég er svona einhver sömu púlja sko, svo hlusta ég reyndar, ég nýti líka podcast, ég hlusta á allt annað en pólitík, ég hlusta á alla þætti veru illa til dæmis, ég hlusta á flesta Dóttor.fútból þætti og svona efni sko, en síðan Joe Rogan og fleiri. Guðmundur? Ég hlusta á alls konar, ég hlusta á pólitík og írskan hagfræðing hérna, hvað heitir hann, David Williams sem er svona að fjalla bara heimshagkerfið og hérna mjög fróðlegur með mörg Guardian hlaðvörp svo er það íþróttirnar, ég hlusta á Dóttor.fútból það finnst mér bara svona þægileg hlustun, skemmtileg oft á tíðum það er svona sleið og létta strengi og leið og maður svona heldur ykkur yfirborðskendri þekkingu á fótbolta með því að hlusta á það. En að því við erum að tala um svona pólitík og samfélagsmál, hlustar á vikulókin Silfrið, Spengisand, Kastljós?
ég held að það sé, ég fann að halda að það sé eitthvað aldurstengt sko. Og ég sé bara þessir miðlar séu hættir einhvern veginn að koma hana óvart, það einhvern veginn ekkert sem að kveikir einhvern áhuga sko. það því miður sko. Þannig að það eftir að koma svona eins og var ég svona einhver svona endurreisna bylgja þarna inni, þar sem að þeir myndu svara einhverjum breyttri aðstöðu og breyta þessu inn í silfrinu og vikulókunum og þessu. Já, eða kannski bara hvort þetta format sé bara eins og þeir voru að lýsa þessu hérna í upphæðu þess að þáttar sko. Þetta voða lítið gefandi sko, að hlusta á fólk grífast kannski einhverjum nokkra mínútur sko. Gísli, þú hlustar á það allt saman, þú þarft að gera það í vinnunni eða hvað? Nei, ég gerði það ekki sko. Og meira svo þegar ég starfaði sko, sem PR-maður þá hlustaði ég ekki á alla þessa þætti sko. Heldur áhrifamættur þeirra sé stórlega ómetin? Já, ég held það. Ef ég eins og Silfrið, vikulógin og svona þetta ég hef stundum hlusta kannski eftir á, ef ég veit að það var eitthvað sem ég vil heyra, ef ég heyri af einhverju debatti eða einhver hafi sagt eitthvað eða gert eitthvað í þáttinu og þá kannski horfi ég að hlusta en svona ég vakna ekki ég sest ekki frá sjónvarpið klukkan 11 og sunnudum til að horfa Silfrið sko. Ég minnst ekki að mínúta öllum þessum þáttum sko. Ég hlusta bókstaflega á alla þess efni og ég hlusta á bæði Fréttastöð 2 og RÚV alltaf þegar ég er búinn að þjálfa og svo spóla ég yfir og hlusta á Kastljósi ef það er eitthvað spennandi, ég nefnir ekki að hlusta á allt. Finnst þér þetta content nógu svona spennandi til þess að halda þér? Af því að mér finnst einhvern veginn, ég veit að spyrja þig, upplifir þið sem svona normal? Nei, það er ég ekki. Ég er ekki normal og ég gerir mig alveg grein fyrir því, en aftur á móti þá finnst mér það ekki alltaf vera áhugavert, en mér finnst ég hef svona brennandi áhuga á stjórnmálum, mér finnst sko leikurinn sem slíkur vera áhugaverðar heldur en kannski endilega kontenti sem ég er að horfa á. Það er áhugavert að fylgjast með. Þreytandi að vera að horfa á eitthvað sem er áhuga á en bara umræða nær aldrei að snerta það sem er áhugavert. Mér finnst leikurinn heldur ekki gerðu skemmtilegur í þessum þáttum heldur sko. Nei, ég man ekki hver það var sem að fjallaði sko, þegar þú varst að tala sko, hvenar þeir myndu takast að sko, færa sig yfir í þetta plattform til þess að svala eftirspurn sko, hvenær munir raunverulega að sjá. Ég meina, nú vil ég ekki vera leiðilegur en ég er ekki viss að Egill Helgason myndi kunna það að breyta sko, formatinu á því sem að kannski myndi svala meira eftirspurn fólks af því hvernig það vil sko, innbyrða upplýsingar. Og ég held að það sé þessi stóri vandi sko að ég meina eins og með svona ekki CNN heldur CBS og NPR og fleiri, þeir hafa reynt svona mikið að reyna að koma til móts við að svala ákveðna eftirspurn en það einhvern veginn eins og fólk, ég veit ekki, kannski það með þessa einlægni eins og með stjórokan að fólk upplifi að það sé manneskja bakvið það sem að, þú veist, það er svo manneskja sem er að lesa, það sem að hún er að lesa þú finnst þetta sjálfri, ég skrifaði þetta, mér finnst þetta og ég er ekkert bara viss að svona mass media svona þeim munu koma til með að geta tekið þetta skref og þá kannski eins og ég segja, þá verður kannski þróunin svo að hlaðvarp verði stærri hlutdeild af svona stjórnmálumræði og þá kannski líka svona í, hvað ég var að segja, því námyndu við kosningar að hlaðvarp verði kannski eitthvað sem að stjórnmálamenn fara frekar í til þess að svona keira og tritt PR. Ég ger mér ekki alveg grein fyrir því en þetta er svona mín tilfinning allavega. Þú hefur nú sett út á gestaval í þess að þetta til dæmis. Þú sagði á mér að hérna meðalina væri 1,7 miljón og þeir töluðu aldrei við. Þú ert að vitna í Silfrið og svona, ég er stundum. Ég er að tala um Silfrið. Það var ekki á mér, þú myndir aldrei segja það við mig. Nei, ég bendi til þess að það er alltaf verið að tala um leigjendur og það er aldrei talað við leigjenda og það er aldrei fátökum aður og mér finnst það svolítið eina sko. En að þegar þú setur út á valið þá lítur að meta þættina sem þannig að þeir hafi áhrif eða hvað, þetta sé Nei, ég veit það ekki. Jú, ég held ekki. Þetta kemur það harðir áfram mér því ég sjálfur líka gagnrýnt sko, hvernig... Ég held að gagnrýni sé bara það sem að mann læriði til dæmis að kvennarhefingunni að bara benda á þetta og svo þarf kannski að benda á þetta í 10 ára þannig að okkur vagnar. Það þurft að benda á það við erum náttúrulega allt kallar hérna. Það er nú að því að það er svona frekar kallasport að vera með podcast um pólitík og samfélagsmál. Þessari tegund. Á hverju gagnrýnir þú gestaval Silfriðsins? Í tímariti þjóðmála taldi ég bara heilan vetur fólk sem flokkaði til vinstri eða hægri og
og niðurstaðan var svo að það var mun fleiri vinstrimönnum boði í Silfrið heldur en hægrimönnum. Það náttúrulega hans mælikvarði sko, ég geti búið til sama lista að línan í honum hvar liggur skilin á milli hægri og vinstri ansi nálægt. Það voru einhver sem sendu mér línur og voru mjög ósátt við það að flokka þér sem miðjumenni og hvað það vinstrimenn sko. En það sem ekki með margt af þessu, við vorum að tala að flest podcast sem eru vinsæl eru svona menningalegs eðlis og að tala íþróttir eða eitthvað allt annað en stjórnmál. Eins og ég held að til dæmis að þeir sem hafa áhuga á því að horfa á þess að þætti sem við erum að nefna og podcastin þessi mál, ég held að þessi svona 10.000 manna hópur og það byggir bara á sko rannsóknum á áhorfi á Silfrið og Vikulokkin og en eru þættir eins og Vikan og þá er ég ekki að tala um í hvert skipti sem að horfa þetta er hópurinn sem er líklegur til þess að sko horfir á eitthvað fyrir slísni en ef að þið eru að róa inn á þessi mið þá er þetta þjóðin ykkar, hún er 10.000 Já, kannski en ég veldi mér með eins og Vikan hann hlýtur að fá rosalega tölu, hann er samt að keyra á sömu 30 manneskjónum viku eftir viku allan ásinsing og langt aftur í tíma þannig eru allar sápur, það er ekki marga persónur nei, það er ekki marga persónur þetta er, það er en er það mark átakandi, er það ekki bara því að það er kveikt á sjónvarpinu, fólk borðar mat á föstum það tími sem allt selst í sjónvarpinu slekkur ekkert á sjónvarpinu nema bara að þú farir út sko húsinu hann var ekki að setja Joe Rogan í föstaslóði að sjá hvort það er regla hérna við rauðaborðið að þegar eitthvað nefnir í vikuna með Gísla Martin þá slöfu þessu erum við kæra þakki fyrir að koma hingað Þórarinn, Gísli og Guðmundur við erum ekki hægt hérna við rauðaborðið nú ætlum við að fara að ég held ég sé að fara að ringja til Sviss að tala við Ólaf Margeirsson sem heldur í fram að bankarnir íti undir verðbólguna með of mikið lánum og lánum á vitlausa staði eftir augnablik. Já, það er rætt verðbólguna skiljanlega, hún geisar og það er rætt afhverjunir, rætt það hér við rauðaborðið að ástæðan sé græðki fyrirtækjana, þau ekki verð langt fram tilefni, meira heldur en kostnaði við aðföng og laun eru. Það hefur verið bent á að verðbólgan geti verið út af því að ríkissjóður eða eitt og miklu, spennt bógan og hátt í COVID, dælt út peningum og við sem að súpa segið af því. Alls konar kenningar. Ólafur Margeirsson, hagfræðingur í Sviss, hann skrifaði grein á Vísi og á sitt svæði inn á vefnum að kannski mætti sjá ástæðuna hjá auknum útlánum bankana. Er það ekki rétt hjá mér, Ólafur Margeirsson? Ein af ástæðunum svo sem sagt að það mjög líklegt að bankarnir séu ennþá of áfjáður í það að lána út peninga. Þetta kannski ekki eina ástæðan fyrir því af hverju verðbólgan há en þetta örugglega ein af ástæðan fyrir því. Þetta er þá kenning að það sem að veldur verðbólgunni er of mikið peningamagn, of miklir peningar út í kerfinu, eða ekki? Of mikið af peningamagni breytingin á peningamagni, það sem í rauninni að ýta upp eftirspurn á hliðinni sérstaklega, það þá aðalega eins og við sjáum í rauninni í greininni, það eru ný útlán bankana, þau eru í kringum 13% af landsframleiðslu og síðan á sama tíma halli á ríkissjóði upp á kannski 3,5% eða svo. Það eru þessi tveir þættir sem sameinast í því sérstaklega að ýta eftirspurnarhliðinni upp á við og af því að framboðshliðinni svo spennt, atvinnuleysið lágt, það oflítið af húsnæði til staðar og svo framvegis, þess vegna myndast verðbólgan. Það ekki beinlínis út af því að það verið að auka peningamagn í umferð í gegnum útlán og í gegnum hallarekstur og ríkissjóði, heldur það vegna þess að það peningamagn aukning út af þessum þáttum á sama tíma og það of lítið pláss fyrir þetta aukna peningamagn á framboðsliðinni. En skiptir máli hvert peningarnir fara? Við getum tekið einfalt dæmi fjármál ríkissjóðs. Ef ríkissjóður fjármagnar opinbera fjárfestingu, segjum bætt samgöngukerfi, betri brýr sem dæmi, betri vegi og svo framvegis, þá verið að auka framleiðslugetuna í hagkerfinu á sama tíma
Þannig að það getur verið verðbólguþrýstingur akkúrat á þeim tíma þegar það verið að framkvæma slíkar framkvæmdir, en síðan lækkar verðbólguþrýstingurinn til langstíma þegar það búið að framkvæma þessar framkvæmdir. Á sama tíma, ef við getum tekið dæmi frá bankakerfinu, ef bankar eru að lána mikið til að kaupa eignir sem þegar búið að byggja, við getum tekið fasteignir, það einfalt dæmi sem allir tengjast við, ef mikið af útlánum verið að veita mikið af útlánum frá bönkunum til að kaupa eignir sem þegar búið að byggja, þá meira peningamagn í umferð að eltast við sömu eigninar, þá hækkar verðið. Aftur á móti, ef peningamagnið fer í það að byggja nýjar eignir, þá ertu að auka framleiðslugetuna aftur í hagkerfinu, minnka verðbólguþrýsting til langstíma, jafnvel þótt að á þeim tíma sem þú eða tímabili sem þú að byggja nýjar eignir, þá ertu kannski að auka verðbólguþrýstingin, en það borgar sig til langstíma vegna þess að þú að lækka verðbólguþrýstingin þá til langstíma. Hvernig stendur á því að bankarnir beina peningunum þangað sem að gagnast illa samfélaginu, þangað það sem það ýtir undir eignabólu og verðbólgu? Akkur virka þessar stofnanir ekki betur þannig að beini peningunum þangað sem að þjóðhagslega hagkvæmast og best fyrir alla? Nákvæmlega sama hátt eins og ef við sem einstaklingar erum að gera það. Við sem einstaklingar viljum ekki taka of mikla áhættu í okkar fjárhagslegu ákvörðunum og bankarnir eru að gera nákvæmlega það sama. Það meiri áhætta í því fólgin að lána 100 milljarða inn í það að byggja nýtt húsnæði eða nýja fasteignir, frekar heldur en að lána til þess að kaupa eign sem þegar búið að búa til. Þannig að þessa byggingarfasin, það áhættumikli hlutin í slíkri uppbyggingu. Þannig að það eðlilegt að þeir séu áfjáður í það að lána til þess sem dæmi að kaupa eignin sem þegar búið að búa til vegna þess að það minni áhætta í því. En hvað það, ef við látum kerfið vera þá bara út af mannlegu eðli að þá skapast þessi hætta. Ertu að leggja til að við tökum upp reglur sem að voru til dæmis í Japan á síðustu öld, þar sem að bönkunum var einfaldlega skammtað hvað áttu að lána, hversu mikið og til hvaða hluta? Þetta var eitt af hornsteinunum í japanska efnasundrinu að fjármagninu var beint með þessum hætti og þeir losnuðu kannski við ágallana sem þú ert að lýsa og byggðu upp Japans samfélag. Er þetta að leggja til svo róttækar hugmyndir? Það kannski óþarfi að fara alveg í mikla róttækar aðgerðir eins og Japan fór í bókstaflega vegna þess að þau þurftu að gera það eftir stríðið. Þannig að það kannski það stygsmunur á hversu mikið þarf að fara í þá átt að stýra lána flæðinu. Þannig að það kannski öðruvísi aðstæður. En í grunninn, já, það þarf að fara í ákveðna átt að því að stýra útlána myndun bankana meira í átt að því að stækka framleiðslugetuna í hagkerfinu frekar heldur en að kaupa núverandi eignir sem til staðar. Á sama tíma þá ríkissjóður líka að taka til. Hann þarf að sjá til þess að það opinber fjárfesting sem að fara í það að auka framleiðslugetuna í hagkerfinu. Og nota bene, við erum nú þegar, það að Seðlabankinn, hann nú þegar að stýra peningamagni, útlánamagninu á ákveðinn hátt vegna þess að það eru takmörk á því þegar kemur að lánum til einstaklinga hversu mikið veðhæfið má vera og hversu lág greiðslubyrði má vera miðað við tekjur lántakans. Það eru svipaða reglur sem þyrfti að taka upp þegar kemur að fyrirtækjalán. Já, og þá var það líklega mismunandi reglur að það mætti lána til fyrirtækja til segjum íbúða uppbygginga, að það væri lítil takmörk þar en hins vegar mikil takmörk í lánum til þeirra sem að kaupa gamlar eignir eins og fasteignir eða hlutabréf og sama með eins og einstaklingar eru að kaupa gamlar eignir, að þá séu takmarkanar á því en minni takmarkanir á lánveitingum til fjárfestinga. Þetta leggja það til. Þetta ekki bara þegar kemur að uppbyggingu á fasteignum. Þetta líka þegar kemur að ákveðnum uppbyggingu, eða almennri fjárfestingu hjá fyrirtækjum þegar þau eru að fjármagna ný fjárfestingu.
Það er að segja að auka framleiðslugetuna sína með því að byggja eitthvað nýtt. Við erum að tala kannski nýja verksmiðju, við erum að tala breytta starfsferla inn í verksmiðjunni, nýjar vélar, ný tæki, endurmenntun fyrir starfsfólkið og svo framvegis og framvegis. Það er þessi framleiðslu getu aukning sem við þurfum að beina útlánum bankana til, frekar heldur en í átt að því að einfallega þrýsta eftirspurninni meira upp á sama tíma og framleiðsluhliðin í hagkerfinu er óbreytt. Þannig að það sem gerist er einfallega meiri verðbólguþrýstingur og meiri verðbólga. En hver gerir þetta? Því að þú nefnir þetta til dæmis fyrirtækin og við þekkjum það frá síðustu öld að þá voru til dæmis skattafríðindi og fyrirtæki sem lögðu í sjóð til þess að byggja hús eða fara út í fjárfestingar. En þú ert líklega að leggja til eitthvað sem að Seðlabankinn leggur á bankana, þannig að bankarnir hafi tiltekið svigrúm til svona framkvæmda, minna svigrúm til annars konar lánveitinga. Hvernig virkar þetta? Og ef við eitthvað dæmi í Íslandssögunni sem við getum vísa til að þetta hafi verið gert? Fyrir fyrirtækjalán þekki ég ekki til neinna dæma hingað til, en við þekkjum til dæma nú þegar kemur að lánum til einstaklinga eins og ég minntist á áðan. Það eru takmörk á því hversu mikið bankarnir mega lána til fasteignakaupa og á sama hátt ætti að takmarka lán bankana á ákveðin hátt miðað við hver nýtingi eða notkunin er á láninu. Miðað við þá á sama tíma einhvers konar takmörk þegar kemur að því hver tekjunar hjá fyrirtækinu hverjar eignirnar eru á sama tíma, hvert veðið að baki lánunum og svo framvegis og framvegis. Þannig að það er margt sem er hægt að gera á sama tíma. Einfaldlega til þess að hvetja bankana, ef þið finnið ekki lántaka sem er til í að nota peningana sem þið eru að lána út til þess að fjárfesta, þá sleppið því að lána peningana út. Og það er náttúrulega augljóslega það sem gerist er að bankarnir verða miklu áfjáðari í það að finna virkilega lántaka sem er til í að nota peningana til þess að fjárfesta. Og þegar ég tala fjárfesta þá er ég að tala að byggja eitthvað nýtt, verksmiðju, hús eða eitthvað slíkt sem er að auka framleiðslugetuna hjá viðkomandi fyrirtæki eða í hagkerfinu almennt. Á sama tíma þá eru bankarnir einfaldlega, þeir fá ekki hvata til þess lengur, þeir hafa ekki getuna lengur til þess að lána í hluti sem eru verðbólgu hvetjandi miðað við að lána til nýfjárfestinga. En svona röki fyrir þessu, nú getur kannski eitthvað sagt að akkurat þú að setja mér eitthvað mörk fyrir hvernig ég fer með mína peninga ef ég er Íslandsbanki eða guðmund og hvað. Eru rökið þau að útlána geta bankana sé að sömuleyti búin til út frá regluverki stjórnvalda, séu sem sagt hálfuleyti almannagæði sem að þeim er falið að halda utanum. Er eitthvað slík rök sem að er á bakvið það að stjórnvöld geta raunverulega skammtað lánagetuna til bankana? Ef við horfum á útlána takmarkanir til einstaklinga, þá er það innan ramma þjóðhagsvarúðartækja og það er beinlínis ætlunin með þjóðhagsvarúðartækjum að vera tæki sem stuðlar að því að við lendum ekki í einhvers konar þjóðhagslegri áhættu. Í þessu tilviki er þjóðhagslega áhættan of mikil verðbólga og eða einhvers konar fjármálaleg áföll í framtíðinni þegar það endar á því að lokum að það þarf að draga úr útlánaflæðinu og þá er hætta á einhvers konar mín í fjármálalegu áfalli sem getur haft þjóðhagsleg áhrif á hagkerfið allt. Þannig að það eru beinlínis sömu rök fyrir því að takmarka eða stýra eða hvetja til betri útlánaveitinga til fyrirtækja eins og til einstaklinga, eins og við höfum dæmi í gegnum útlán til fasteignakaupa. Já, það er smá munur á þessu vegna þess að
þú ert eiginlega að leggja til takmörkun og útlánum til fyrirtækja til þess að draga úr verðbólgu. Ég býst við að Seðlabankinn sé að fylgjast með svona fjármálalegri áhættu að skuldir fyrirtækjarna sé ekki orðin og mikil og að það getur verið áhætta af einhver svona efnahagslegu hruni eða einhverju slíku. Ég býst við að sé að fylgjast með því. Gallinn kannski sá að bankarnir geta haldið upp eignaverðinu sem að gefur betri mynd af stöðu fyrirtækina með því að lána þeim og halda uppi eignaverðinu. En munurinn samt held ég að þú ert eiginlega að fara fram á að Seðlabanki sé svolítið svona nær í þessum ákvörðunum og þessum aðgerðum heldur en að hann telur sig þurfa að gera í dag. Ég er bara einfaldlega að benda á það að Seðlabankinn ætti að nota sömu tæki og tól, þjóðhagsvarúðartæki þegar kemur að útlánum fyrirtækja, eins og hann notar þegar kemur að útlánum til einstaklinga. Rökin eru nákvæmlega þau sömu. Það eini munurinn sá að lántakin fyrirtæki í staðinn fyrir einstakling. Já, en rökin sem að Seðlabankinn segir varðandi takmarkanir lánum til einstaklinga, það að fyrirbyggja einhvers konar hrun sem að verður áfall fyrir fjölskyldunar. En bankinn telur þessa hættu ekki verið til staða gagnvart fyrirtækjunum. En þú ert að segja þess ekki bara fjármálastöðuleikin, heldur líka kannski verðbólga og annars slíkt sem eigi að taka inn í þetta. Það verðstöðuleiki. Og það er líka nákvæmlega afleiðing af því að nota þjóðhagsvarúðartæki þegar kemur að útlánum til einstaklinga, þegar kemur að fasteignakaupum. Ef þú leyfir 100% lán á Íslandi, þá mun fasteignaverð hækka og það mun leiða til verðbólgu. Þjóðhagsvarúðartækin, þegar kemur að takmörkunum á lánum, fasteignalánum til einstaklinga, þau hafa haft 2 áhrif. Þetta ekki bara þjóðhagsvarúðin, þetta ekki bara fjármálalegi stöðuleikin, þetta líka verðstöðuleikin. Og með því að nota þessi þjóðhagsvarúðartæki þegar kemur að útlánum til einstaklinga, þá hefur verðstöðuleiki og fjármálalegur stöðuleiki batnað. Sömu rök eru til staðar þegar kemur að því að beina betur útlánaflæðinu frá bönkum til fyrirtæki. En ef það væri farið að þínum ráðum og við myndum horfa á peningaflæði frá bönkunum, hvar myndi það skreppa saman? Hver fengi ekki lán fyrir hverju? Mjög líklega eru þeir sem væru að til dæmis taka lán til þess að kaupa núverandi eignir, þeir myndu sjá minna af flæði til sín, þeir þyrftu sem dæmi örugglega að koma með hærra eigið fé, sem að sjálfsögðu væri bara ljómandi fínt, það væri þá einfaldlega betri og öruggari fjármögnun, það væri betri fjármögnun, öruggari fjármögnun á öllu því sem viðkomandi væru að gera. Hún væri að sjálfsögðu ekki jafn mikil sem nákvæmlega punkturinn. Það er til þess að draga úr verðbólguþrýstingnum. Á sama tíma myndu fyrirtæki sem eru að leita að lánsfé til þess að fjárfesta, og það er fullt af slíkum fyrirtækjum úti, sem í dag kannski eru einmitt ekki að fá lán vegna þess að þau tapa í samkeppni sem eru með miklu betri veð til staðar í formi þess að vera með eignir sem nú þegar eru til og bankarnir velja frekar að lána til slíkra fyrirtækja. En vandamálið út frá þjóðhagslegum ábáta sem myndast við slíkt að verðbólguþrýstingurinn verður of mikil. Það allt eins líklegt og það einfaldlega eitthvað sem þyrfti einfaldlega að koma í ljós. Að bankarnir myndu lána mikið, jafnvel í einhverjum ekstrím tilvikum. Ég tel það ólíklegt en það hugsanlegt, fræðilega það hugsanlegt. Að bankarnir myndu lána mikið eins og þeir gera í dag, nema til fyrirtækja sem eru virkilega að nota peningana, lánin, til þess að fjárfesta í því að byggja til þess að auka framleiðslugetuna hjá sér, sem síðan þá minnkar verðbólguþrýstingin til langstíma. Það hafa verið fréttir að byggingafyrirtækjum gangi erfiðlega að fá lán til þess að byggja húsnæði. Ég veit ekki, það er svo marga fréttir, ég veit ekki hvað er eftir því.
tillagan kannski að draga úr lántöku til þeirra sem að hafa draumum að auðgast á hækkun hlutabréfa í Alvotech og færa það freka til þeirra sem að vilja byggja íbúðarhúsnæði til þess að slá á húsnæðiskreppuna og halda þar með verðlagi niðri til lengri tíma. Sem dæmi, ég hef ekki skoðað nákvæmlega hversu mikið af lánum eru að fara inn á hlutabréfamarkað og notabene lítið að það myndi endilega leiða til verðbólgu í sjálfu sér. En þess að þau einfallega eru bara að blása upp hlutabréfaverð í þeim mjög sérstöku tilvikum. Ég sé miklu frekar fyrir mér að það vætti að lána þá, ef Alvotech hefur áhuga á því, að lána þá Alvotech til þess að fjárfesta í hverju því sem Alvotech vill fjárfesta. Herðu, Ólafur Margeirsson. Ráða fleira starfsfólk, auka framleiðslugetuna og svo framvegis. Herðu, Ólafur Margeirsson, kæra þakki fyrir að koma að Rauða borðinu og útskýra þetta fyrir okkur. Herðu, og við snúum okkur að næsta máli eftir augnablik. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling, stéttarfélag. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauða borðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og helgispjall. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning. Já, við höfum svolítið rætt vaxandi ólgu í samfélaginu. Hérna í gær voru til dæmis verkalýðsforkólfar sem að þóttust skynja það á 1. maí þegar þeir voru á Ingólfstorgi að það væri svona vaxandi ólga og tilfinning hjá fólki fyrir óréttlæti í samfélaginu og við höfum mikið rætt mótmæli og hvort það sé farvegur fyrir mótmæli í dag út af yfirlýsingum Ragnars Þórs Ingólfssonar, formanns VFR. Og við ætlum að halda áfram að tala um þetta, hver svona tilfinning Íslendinga fyrir réttlæti í samfélaginu og Jón Gunnar Berburg sem er prófessor í félagsfræði. Þú ert að rannsaka þetta reglulega, eða ekki? Jú, þetta er svona mitt áhugasvið svolítið. Já, og hefur rannsakað líka mótmæli og fleira eða svona, hvað ég segja, eftirsögu hrunsins og búsaldabyltingarnar. Já, ég skoða bæði búsaldabyltinguna og líka Panama-leika mótmælin sem voru í beinu framhaldi þótt að vera 7 ára á milli. En, hvað með þessa tilfinning? Þú náttúrulega varst ekki með skjálftamæli á Ingólfstorgi á 1. maí en þeir voru svona með tilfinningu fyrir að vera svona óróleiki í fólki. Nær þú að vera með mæla það? Já, sko, ég get ekki mælt það í samtímanum akkurat núna, en við erum með mælingar frá 2020 sem eru að ég held mjög mikið í gildi ennþá og ég veit að vegna þess að þessar mælingar hafa komið fram áður og þetta er svona og þessar mælingar, þú veist, leiða í ljós og þetta er bara könnun á fullorðnum Íslendingum 12. mars. 2020 er mjög sérstakt ár því að bara hvort það var það í janúar, febrúar og mars eða var það eftir það? Þetta var í kófinu að hluta til og hluta til þegar kófið svona létti þannig sumarið og það tökum því með þín fyrirvara. En það sem ég skipti máli er að könnunin leiðir í ljós svona ákveðna þversögn eða jafnvel þversagnir, fleiri en eina, varðandi félagslegt réttlæti og upplifun einstaklinga af félagslegu réttlæti á Íslandi. Og þversögnin er einhvern veginn svona að ef við spyrjum einstaklinga á Íslandi hvernig það skynja réttlæti í samfélaginu, að þá er fólk bara upp til hópa mjög ósátt og það upplifir að lifa í óréttlátu samfélagi. Já, og við erum með margar mælingar á þessu og til dæmis mælingar sem að hafa að gera með hvernig fólk upplifir tækifærin í samfélaginu, þú veist, hvað þarf til að komast lengra í samfélaginu, fólk er spurt að þessu. Það sé misskipt. Og þá segir fólk, cirka helmingu svaranda segir að þú verður að koma úr ríkri fjölskyldu. 70% svaranda segja að þú verður að eiga velmenntaða foreldra. 85% fólk segja að þú þarfur að þekkja rétta fólkið, 50% segja að þú þurfur að hafa pólitískt tengsl. Þetta undirstrikar allt mjög útbreidda upplifun á
óréttlátu samfélagi, óréttlátum tækifærum og þetta eru bara beinharða tölur sko. 8 af hverjum 10 segja að tekjumunurinn séu mikill í samfélaginu og þetta reyndar bara gömul niðurstaða Íslendingum og langt aftur í tíman þeir þá telja þær ójöfnuðin vera á mikinn í samfélaginu. Og vilja hafa eiginlega meiri ójöfnuð heldur en flestir aðrir. Ég held að það einhvern tímann komið fram að Íslendingur séu svona geri eiginlega meiri kröfu til samfélagsins sem að sé meiri jöfnuð. Já. Og reyndar sína sko, mælingar sína sérstaklega að þú veist cirka 80% vilja hafa sko tekjuskiptinguna cirka 2-3 sinnum þannig að þeir sem 2-3 sinnum tekjur þeirra sem eru lægstir sko en allir eru og nánast allir eru meðvitaðir að tekjumunurinn er miklu meiri heldur en það en ekki nóg með það sko að ekki nóg með þess að útbreytu upplifun og óréttlæti heldur almenningur almennt sé bara töluvert svona progressífur í hugsun eða róttækur í hugsun eða framsækin í hugsun hvað stjórnvöld eiga að gera í málinu. Það er 70% sem telja að stjórnvöld eiga að bera ábyrgð á því að minnka þennan tekjumun til dæmis, 70%. Það eru næstu 80% sem telja það að hinir rík og valda miklu viðhaldi þessum ójöfniði. Þetta eru bara Íslendingar. Fólk er ekki fíbl. Já, þetta er allavega upplifunin. Ég ætla ekki að dæmi þetta. Og mér finnst einn stórkostlega áhugaverð niðurstaða er að 80% svarenda úr almennu úrtaki Íslendinga telja að verkafólk eigi að vera representerað í stjórnum stórfyrirtækja. Þannig að við sjáum sko útbreytta upplifun og óréttlæti og líka mjög progressífa hugsun í raun og veru hjá bara stórum hluta almennings og stærstum hluta almennings. Þetta þykir róttækt í dag en þetta var nú bara það sem var verið að stefna í mörgum samfélögum bara fram að svona 1980. Já, alveg rétt. Þannig að sögulegu ljósi er þetta ekki svo róttækt að kannski bara umræðan og pólitíki bara fór frá þessu en kannski er almenningur ennþá þessara sömu skoðunar. Já, greinilega. Það gæti dregið þá ályktun. Já, greinilega. Já, ég myndi segja allavega greinilegt að almenningur er ennþá sömu skoðunar. En ég sagðist þversögn og það er allavega 2 mjög svona áhugaverða þversagnir finnst mér í þessu og svo fyrra er þessi að þrátt fyrir þetta útbreyta viðhorf óréttlæti þá förum við samt í vinnuna við skipuleggjum mjög sjaldan mótmæli við skrifum lítið þetta og við erum bara almennt sér seinþreytti vandræða. Er það þannig með því að bera saman við önnur lönd eða? Já, sko... Ég andmæli þessu stundum, sérstaklega fólk að tala með eftir hrun og ég segi hvaða almenningur annar hefur rakið í burtu 3 ríkisstjórnir ráðarannar en einhver sko, 5 eða 6 eða? Nei, en ég bara segja yfirleitt er það þannig og yfirleitt er það þannig og þá vaknar spurningin, byrju af hverju? Af hverju er ekki meiri andstæða heldur en þetta? Með þetta óréttlæti sem... Af hverju kjósa allir sjálfstæðarflokkinn á Framsókn? Til dæmis og þá förum við aðeins lengra hérna í þessu og eitt svarið, það eru 2 svör og eitt svarið er þetta, þau eru bæði rétt held ég. Fyrra svarið er þetta að þú veist við vannmetum óánægju annara. Það er eitt svar. Af því að vegna þess að hvernig er lífið? Við erum öll að hlýða. Við erum öll að vakna í vinnuna, við þurfum öll að borga reikningana. Við þurfum öll að fara í skóla til þess að reyna að ná árangri. Við erum öll að reyna að hlýða til þess að ná árangri og verði ekki undir. Þannig að hvert og eitt okkar horfir í kringum okkur og upplifir bara mjög mikla hlýðni. Og þá drögum við flest á ályktun að það eru bara allir aðri sáttir þótt ég sé það ekki sko. Þarna eru mótmæli og félagshreyfingar gríðarlega mikilvægar. Vegna það er á þessum svona atburðum þar sem að fólk kemur saman og birtir óánægju í sameiningu, þá svona birtu við óánægju annara og þá gerist eitthvað. Það kemur oft í ljós mjög almennur stuðningur við mótmæli og afstöðum. Já. En ef maður skjóta einu, en ef þetta er þannig að við upplöfum mikið óréttlæti en mótmælum ekki eins mikið og ætlamætti að þá getur það verið að sko farveginni sem við höfum til þess að leysa úr læði og virkjana að kannski svona eitthvað svona skipulögð barátta gegn óréttlætinu að það sé hún sem sé veik, það sé alltaf með einstaklingana og mat þeirra á samfélaginu en það er bara kerfin okkar, stjórnmálakerfin okkar er ekki nóg góð. Já, ég held að það sé ýmislegt til í því en minn punktur hérna er kannski það að mótmæla hreyfingar og félagshreyfingar, til dæmis verkalýðshreyfingin eða aðra hreyfingar geta skapað vettvang þar sem fólk getur komið saman og tjáð óánægju
og þegar það heppnast þá getur það haft áhrif. Besta dæmið svona í samtímanum Me Too til dæmis. Þar sem að, þú veist, konur notuðu félagsmiðla til þess að segja öðrum konum að hvað það voru óanar og það hafði mjög mikil áhrif. Búsáhaldabyltingin er líka mjög gott dæmi það tók tíma fyrir að draga fólk niður á Austurvöll en eftir því sem það tókst þá stækkaði hreyfingin mjög hratt og fólk og endanleg skilaboð eru þau að það voru bara mjög, þú veist, við erum mjög óanað og við teljum óasættanlegt að ríkisstjórnin haldi áfram til dæmis og svo nokkrum árum seinna þegar Sigmundur Davíð lendir í hneykslismálinu að þá bara spretta fram risastór mótmæli vegna þess að við munum við erum öll mjög óanað með þetta þú veist, við munum það þannig að þessu leyti eru mótmæli mjög mikilvæg þau birta okkur óanægju annara vegna þess að venjulega þá upplifum við ekki óanægju annara við upplifum bara hlýðni og teljum aðri séu sátt. Það er mikilvægt að byggja upp farvegin, þú nefnir eins og búsáhaldabyltinguna þá voru við til að fáir sem mættu til að byrja með. Það tók, ég veit ekki, 3 mánuði, vikur að byggja upp. Það tók vikur að byggja upp. Það tók vikur að búa til svona einhvern veginn skapa sameiginlega skilgreiningar að þetta væri leiðin. Auka öryggi fólks við að það væri aðri sem væri óanæðir. Já, akkurat. Það tók bara að sökkva inn að þetta við værum öll brjáluð. Já, eða mörg. Þetta er eitt. Síðan er sem sagt önnur þversögn í þessu sem að tengist þessu öllu saman líka. Og þessi þversögn er líka hluti held ég af skýringun á því af hverju við erum almennt seinþreytti vandræða. Og það er þetta að það er bara rosalega lítill minnihluti almennings sem að telur að sín eigin staða sé óréttlát. Þú veist, við teljum alltaf samfélag sé óréttlát en ef einstaklingunum spurður, telur þú að þín eigin staða í samfélaginu sé réttlátt eða óréttlát? Bara svona 10-15% 10-15? Já. Þannig að það eru bara margir sem hafa rangt fyrir sér þeirra staða er óréttlátari heldur en þetta er hort á samfélagi þetta fer ekki saman. Það er þverstaða eða þversögn og það er svona cirka 10-15% kannski nær 15% sem eru reiðir út á stöðu sinni sem telja hana óréttláta, sem telja launin sín allt of lág með við það sem er sanngjarnt og þannig að þarna höfum við þessa þversögn og þarna er augljóslega vantar okkur kannski eða einstaklinguna vantar líka svolítið svona þá persónlegan hvata til þess að vera með vandræði Þeir sem að upplifa stöðu sína óréttláta mælir það sé fólki sem það er möguleiki, maður geti látið sér þetta huga, þetta geti líka verið bara afstaða svona fólks, að það væri fólk sem að væri kannski miðbyggið væri óanægt með stöðu sína. Það er, þú veist, það er alls konar hópamunur í þessu, svona almennt séð, þá þetta, þú veist, því neðar sem þú einhvern veginn fellur í samfélagsstjánum, því líklega er þetta til að segja að staða eins og óréttlátt. En þú veist, þetta er allt bara svona tilhneigingar, þetta er furðulega veik sambönd í raun og veru. Og ég túlka þetta að félagsfræðingar, þetta er náttúrulega bara klassískt viðfarsend í félagsfræði. Hvernig stendur á sér þverstæðu? Við sjáum hérna á Íslandi, við sjáum hérna líka annar staðar. Þú veist, við teljum að samfélagi sé óréttlátt, en við teljum að okkar eigin staða sé réttlátt. Svona almennt séð. Af hverju? Og hérna er allavega 2, held ég, áhugaverð svör sem að félagsfræðingar hafa komið með. Fyrra svarið er þetta, að því að við erum félagsverur og við berum okkur svo mikið saman við hvert annað, að þá er rosalega mikilvæg gluggi á þennan samanburð, það er hvernig fólkið í netverkinu okkar hefur það. Þeir sem við erum alltaf í samskipti við, vinnufélagarnir, nánasta fjölskylda, vinirnir, þetta er allt fólk sem að yfirleitt hefur það bara mjög svipað á við sjálf. Og þess vegna telja bara cirka 14-15% almennings að þau hafa eitthvað verri stöðu heldur en aðrir og þeirra eigin aldri. Það er að bera saman við aðra sem eru kannski bara líka þjást. Já, þess vegna. Þeir sem eru í miðjunni, þeir bera sig saman þá sem eru á miðjunni, þeir sem eru á botninum bera sig saman við aðra sem eru á botninum og svo framvegis. Ég get ekki kvartað persónulega yfir því ef ég er með lélega efnahagslega stöðu ef allir sem eru. Já. Þannig virkar svolítið réttlætisupplifanir. Þetta er eitt svarið. Þannig hvernig getur maður haft þá hugmyndum að þetta sé réttlátt? Já. Að ég þjáist eins og hinnir ef ég bá vera svo, en hins og að sé óréttlátt samfélag þetta bara sikkur hillan í heilanum á okkur? Já, það virðist vera. Ég meina það er bara, þú veist það er allavega eitt svarið er þessi samanburður. Annars svarið það að við innvörpum
í okkar uppeldi, í skólanum, þú veist hvernig gengur okkur í skólanum, við innvörpum hugmyndum okkar eigin virði. Hvort við séum þess verðug að hafa það gott eða hvort við séum ekki þess verðug, hvort við séum æðri eða óæðri. Fólki til dæmis sem gengur illa í skólanum, það fær þessi skilaboð mjög sterklega frá skólakerfinu. Að þú sért ekki verðugur, að þú sért óæðri og eigir þess ekki betra skilið. Það dæmi. Og við erum með inn í okkur sem Martin Luther kallaði reiða Guðs. Við eigum mjög auðvelt með að dæma okkur hart. Já. En við lærum líka, en við fáum líka þau skilaboð að við eigum að dæma okkur svona. Skilur við? Það er allavega mitt take á þetta. Þú trúir náttúrulega félagslegri mótun. Já, algjörlega. Við fáum sér skilaboð. Þeir sem gengur illa í skólanum, hvað eiga þeir skilið? Þeir eiga skilið að fara niður samfélagsstegan. Þeir sem gengur vel, þeir eiga skilið að fara upp. Við lærum þessar hugmyndir. Þetta er náttúrulega svona verðleika hugmyndir sem að raunverulega styðja óbreytt ástand. Já. Sko, Bourdieu, franski hugsaðurinn, kallaði þetta tákgrænt ofbeldi. Dulbúning misskiptinga. Við dulbúum misskiptingu sem eitthvað annað sem hún er og við lærum sko hugmyndir hverjir eru aðri og hverjir eru óaðri. Hvernig lærum við þessar hugmyndir og hvernig verða þessar hugmyndir til? Elíturnar í samfélaginu, þær skreita sig með virði. Þær skreita sig með málverkjum, merkjavöru, þú veist, flottum bílum, allt þetta. Kongarnir á miðöldum skreitu sig með guði, skilurðu? Þannig að, þú veist, og láta okkur hinn þá upplifa okkur sem óæðri. Þannig að þetta er svona... Bæði að þau séu verðug stöðu sinnar og í því felst náttúrulega við hinn séum þá verðug okkar veiku stöðu. Að við munni okkur það inn. Þannig að þetta er svona ein skýringin á þessu sko. Almenna skýringin. Þannig að mér finnst þetta að vera svona, þetta allavega vekur okkur til umhugsunar held ég. Þessi svona... þessi þversögn, eða þessar þversagnir. En það er margar þversagnir bara í mannlegri tilveru og þetta er eina af þeim. Og ef maður er að horfa svona tilbaka með út að lýsa þessu, þetta munin á upplifun á óréttlæti mínu í svona minni hillu lífinu og svo í samfélaginu. Að margar öflugar hreyfingar hafa einmitt gengið svolítið út á það að þú tekur inn stöðu hópsins í svona persónulegri upplifun. Ég held til dæmis að þetta er mjög áberandi til dæmis á rauðsokkunum að þær þurftu að upplifa í sínu engalífi og sinni svona engalegur stöðu óréttlæti hópsins bara til þess að átta sig hver er rétt þetta bara til svartra. Mörg svona öflug mannréttinda hreyfingar byggja svolítið upp á þessu líklega út af þessu sem þú ert að segja, þetta er í sikkur hillunni og það er svolítið átak að upplifa sig í réttu samhengi. Þess að félagshreyfingin þarf einhvern veginn að tengja, ég menna hvennarhreyfingin talaði og nýju hreyfingar 20. aldar töluðu að það persónulega væri pólitískt sko og það er að tengja persónulega reynslu einstaklingana við þessar óréttlætis hugmyndir. Það er það sem hreyfingar gera, það þurfa einhvern veginn að ramma einhvern veginn skilgreiningar okkur á veruleikunum þannig. Þannig að þetta er verkefni félagshreyfinga. Og sem það er verkalýðshreyfingin eða einhver önnur. Eins og MeToo-hreyfingin er að skilgreina fyrir konum hvað er kynferðislegt ofbeldi og hvernig eiga þær að upplifa það. Og þær eiga að upplifa það óréttlátt en ekki réttlátt. Þetta eru skilaboð. Þannig að til þess að beisla tilfinningu fólks fyrir óréttláttu samfélagi til aðgerða að þá ættu þessar hreyfingar að hafa þetta í huga að það þurfa að ná að tengja þetta saman að í verkalýðshreyfingi þarf að byggja upp svona, við veitum kallað stjættarvitund þannig að ég upplifi raunverulega hvað af óréttlætinu sem ég þarf að þola er komið vegna þess að ég stóð mikið nógu vel en hvað er ég bara að verða fyrir fátakt sem er óréttlæti í samfélaginu leigjendur átta sig á sinni stöðu og við getum alltaf haldið áfram. Þannig það er kannski ef að Ragnar Þór og fleiri sem hafa áhuga á því að virkja mótmæli almennings að þetta er kannski svona lykillinn sem hann ætti helst að hafa í huga. Já, ég myndi alveg orða það þannig. Ég skil til dæmis eins og verkalýðsbaráttu Sólveig Önnu og fleira, þar sem hún er oft að koma þessu að. Við erum að verðum þetta vinnu, segir hún. Og alltaf, þetta er hluti af innrumuninni. Hún talar mjög inn í þá skúffuna á fólki. Það er alveg augljós hvernig hún er að ávarpa. Man gæti sagt með Ragnari Þór, hann væri frekar að ávarpa stjórnvöld eða eitthvað slíkt. Þannig að það er mjög ljóst hjá Sólveig Önnu hvernig hún er að ávarpa. Já, og ég held að það sé hljóta að vera lykillinn að hennar stuðningi líka meðal þeirra sem hún er að ávarpa. Herðu, en að því þú hefur áhugað þessu
sem fræðimaður og þú náttúrulega býrði í samfélaginu líka. Hvað segir þetta sem að Ragnar Þór að segja? Hann með svona ákall og hann að segja við náum ekki árangri nema almenningur láti í sig heyra. Stjórnvöld taka ekki tillitið til okkar nema þessi sýnilegur vilji almennings. Við höfum lært það á sögunni að almenningur einfallega ekki bara hávar út á götu, nánast með svona hótun ég segi ekki óeirðir, en þú veist hvað ég að meina, að þá neyja stjórnvöld til þess að þjóna ríkjaldi stéttum. Að almenningur verði bara að virkja lýðræðið með virkri þáttöku í verkefnishreyfingunni en ekki síður bara út á götu. Já, ég meina, ef það er hans mat og matverkefnishreyfingarna að þeirra hugðarefni fái ekki velgengni eða sér einhver ekki vettvangur innan hefðbundinna stjórnmála, þá er þetta leið þeirra eins og margra annara í lýðræðisríki til þess að reyna að setja þessi málefni á koppinn. Þannig ég myndi segja já við því. Og hann segir þetta er bara hans reynsla, hann bara getur ekki látið stjórnvöld svíkja sig meira, hann getur eiginlega ekki haldis áfram saman leiknum og hann segir að við verðum bara að breyta þessu. En svo er eitt með mótmæli að það er samt alltaf eitthvað svona galdra element sem er mjög erfitt að stjórna. Það er þessar sögulega aðstæður sem að þurfa að koma til þannig að mótmæli verði virkilega stór. Og við sjáum það, ef við hugsaum bara þessar 2 rísa mótmælabylgjur hérna á Íslandi, búsáhaldamótmælin, Panama-leikamótmælin, það þurfti eitthvað utan að koma til. Hrun, skandall, þú veist, eitthvað óvænt, eitthvað sögulegt. Þannig að ég myndi þá allavega að ráðleggja þá verkalýðshreyfinguna að vera vakandi fyrir svoleiðis, vera með skipulagi þá til staðar. Vera bíðandi með skipulag. Mér svo Supremes sem að sungu að you can't hurry love, you just have to wait. Að það sé svona eitthvað augnablik sem við getum kveikt á þessu. Líklega það sem við má halda áfram að leggja út frá því sem þú segir, það sem svo skúffur renna svolítið saman, sem að gerir sannarlega í búsaldabyltingunni, það sem að persónuleg efnaðsleg staða fólks og tilfengi fróri alltaf rann saman. Ég veit ekki með Panama-skjölinn, kannski var það bara að þjóðin hafi fengið sjokk að þetta var svo niðurlægjandi fyrir íslensku þjóðina að horfa upp á þetta. Og fólk mata líka, ég held að það töfra augnablik hafi verið atburðarásinn sem að leiddi til þess að við heldum öll að það yrðu rísastór mótmæli 4. apríl 2016. Við bara heldum það all. Það var bara svo óbúðslega sterk vænting að þessi mótmæli yrðu stór. Það voru fjölmiðlafólk sem var fljúandi til Íslands til þess að fylgjast með rísamótmælanum, þú veist, seinum daginn. Ég held að það hafi verið galdra elementi þá. Það var hvernig sögulega atburðarásinn kveikti í þessum væntingum stór mótmæli af sögulegum ástæðum og út af búsáhaldabyltingunni og út af því hvers eðli skandallinn var þeim tíma. En svo hafa stjórnvöld eitthvað lært af þessu. Að til dæmis, ég held að allir sem horfðu á Kveiksþáttinum Samherja fengu sambærilegt sjokk. En þá var strax farið að segja að það verið að vinna rétt í farvegurinn og þannig að stjórnvöldur líka svolítið að reyna að halda aftur af mótmælum. Segja sama með Íslandsbankamótmælin, þá komum við með þetta er að fara inn í rannsókn og ekki bara bíða og sjá til hvað kemur út úr því, svo það sem kom út úr því var nákvæmlega sama og mótmælendur voru að segja, en það var bara búið að hægja á öldunni. Það hefði verið út frá sjónarhóli mótmælenda, það hefði verið gott að vera með eitthvað gott skipulag til staðar þegar Íslandsbankasalan átti sér stað, því að það voru vissulega mótmæli og það kom svolítið af fólki, en það var kannski ekkert mikið í gangi. Það vantaði eitthvað töfra meðul á vettfangi og fleira, eitthvað skipulega heffer til að fá fólk til þess að koma og svo framvegis. Þannig að það líka verið eitthvað maskina til staðar. Já, líka óljós hver var farvegur málsins, því það var þingi var þarna ræðum þetta og sömuleyti var það að taka að sér að ætla beinisaukarnir innan rétta braut og alltaf gæti almenningu verið út á Austurvelli og styðja þingið sem hollvinarsamtök þingsins. Það var kannski það að það var óljóst hvert þetta var að fara. En þegar þetta skoða þetta svona, ertu að pæla í svona hlutum líka, að hvernig stjórnvöld verja sig gegn mótmælum? Já, það er náttúrulega vel þekkt bara svona almennt í fræðunum að þú veist, svona galdra meðal í góðum mótmælum að koma stjórnvöldum á óvart, eins og þetta gerist í búsáhaldabyltingunni. Þú veist, stjórnvöldum var mjög mikið komið á óvart og það var ekki alveg, við munum eftir fundinum kannski, ég veit allan að ég eftir fundinum í Háskólabíó þar sem að
þú veist, stjórnmálamönnum var raðað upp eins og sakamönnum fyrir framafyllt. Þetta voru svona mistök sko út frá sjónarhóli stjórnmálta sem kannski verða ekki endurtekin. En galdra meðal í mótmælum að komast þá stjórnvöldum á óvart. Það er ekki mitt verk að finna út úr því á hverjum tíma hvernig það er gert, en það er hreyfingarna að finna út úr því. Þeirra sem að skipuleggja mótmælin. Ég held að þú veist, það er heilmikill galdur að gera þetta vel. Þegar að þú fylgist með þessu, en finnst þér er samfélögum betur stjórnað það sem almenningur virkur í svona mótmælum? Það er hluti af svona opnum lýðræðissamfélögum að vera opin fyrir og leyfa félagslega hreyfingar og leyfa mótmælaatburði og þannig að við sjáum ekki allar þessar hreyfingar nema bara í opnum lýðræðissamfélögum. Þær eru bannaðar annar staðar og í Norður Kóreu þar missur bara lífið mótmælir sko. Þannig að þetta eru einkenni á lýðræðissamfélögum, opnum lýðræðissamfélögum og þetta er bara mjög mikilvægt element í lýðræðinu að því leyti. Þetta er styrkleikamerki? Já, alveg klárlega styrkleikamerki. Það er enginn vá á því. Herðu Jón Gunnar, takk fyrir að koma hingað og ræða tilfinningu almennings fyrir réttlæti og óréttlæti og mótmæli. Takk fyrir það. Og við ætlum að skipta núna yfir í femíníska fréttir held ég. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling, stéttarfélag. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is. Samstöðin er í lesenda. Þú getur átt samstöðina á samt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning. Já, við erum staddar hér sósíalíski feministar við Rauðaborðið. Við ætlum aðeins að ræða fréttir í liðina daga og hvað er að gerast svona með feministku glerunum. Það var að koma út könnun hjá Vörðu. Kannski byrjum aðeins að ræða hana. Er ég að gleyma að kynna ykkur? Við erum hérna sem sagt ég, María Pétursdóttir, Sara Steff Hildardóttir og Þórdís Bjarnleifsdóttir. Velkomnar. Takk fyrir. Herjá, og þá förum við yfir í Vörðukonu. Ég er svo æst sko, ég er bara hérna, þetta er náttúrulega alveg, já. Þrungi spennu að venju, þessi þáttur. Já, og þessi Vörðukonun er náttúrulega bara all svakaleg líka. Já, nú erum helmingur það ekki á vinnumarkaði sem að strögglar við að ná endum saman versus var það ekki fyrra þá var sérst þriðjungur eða síðast þegar konunum var gerð en núna er sérst helmingur launafólks nær ekki endum saman hver mánaðamót, þetta er náttúrulega bara með ólíkindum segir ansi margt þessa ríkisstjórn segir ansi margt þessa ríkisstjórn það er bara og þetta er svona það eru núna að fara að heyrast í fleirum kannski líka út af þessari dýrtíð þetta er farið að snerta nú snertir þetta ekki bara sko þá fátækur sem eru alltaf fátækir eins og öryrkja og einstæða foreldra og allt það heldur er þetta farið að snerta bara venjulegt launafólk mikið meira eða þá sem myndu vilja telja sig eitthvað venjulegt launafólk að þá kannski eru mörkin líka verða svolítið óljósari þarna eða þá erum við og þessi hópur að stækka eins og einstæði foreldrar Já og við erum það er kannski svona farin aðeins að vakna meðutundin þetta working poor ástand eða vinnandi fátæka þannig að vinnandi, ég veit ekki Já og það er náttúrulega þá líka svona það sem kannski sker í gegnum alla þessa hópa eru til dæmis eins og börn Veist, þá eru náttúrulega miklu fleiri börn sem búa við fátækt sem búa raunverulega við skert kjör bandstrik eða skástrik fátækt sko. og óöryggi sem því fylgir að því þetta er náttúrulega þetta ógeðslegasta í heiminum er að ekki pening Já og það er svo þetta er svo hröð þróun núna í fyrra hvað voru þriðjungur sem átti erfitt með að ná að endur saman og núna er þetta orðið hátt í helmingur sko þannig að þetta er mjög hröð þróun og við náttúrulega veitum alveg hvað búið að vera að gerast líka núna undanfarið bara síðasta hálfa árið eða árið þessar stýrivaxtahækkanir og
og gjaldskrárhækkanir hjá borginni sá ég Sanna var að skrifa mitt og tala í borgaráði það var að fara yfir ásreikninga þar þá kom í ljós sem þetta búið að lækka skatta á fyrirtæki hækka gjaldskrár sem eiginlega bara alveg magnað að borgin skuli einhvern veginn geta staðið upp bara að geta bara hort framann í almenning með þessar staðrendir upp á borðum þannig að ég veit ekki hvort þetta sé viðreisn inn í borgarstjórn eða hvort þetta sé samfélkingi bara líka, ég meina þetta bara og píratar og allir taka þátt í þessu þetta er bara meirhlutin sem er náttúrulega að hafa þessi áhrif ég var að ræða hérna við Sonnu og Trausta í gær eftir langan borgarstjórnarfund sem þess 9 tíma eða eitthvað svo les og þar voru þau einmitt að vitna til þess að Dagur hefði sagt eitthvað svona að sjálfstæðisflokkurinn mætti aldrei komast til valda því þá er þið engavætt segja þau leið og þau segir hann leið og þau eru að engavæða internetið okkar þannig að þetta er alveg bara þetta er með ólíkindum það er bara það er verið að mókundi fyrirtækin það er verið að hækka álögur á almenning það er verið að engavæða eignir almennings innviðin okkar, þessum við stólum alla á bara eins og þetta interneti Ég ætla bara að nota stórt orð en það er bara þetta er bara hryðjuverk á almenning þetta er ekkit annað og þetta er í boði samfélkingarnir þetta er svo sorglarinn bara, ég veit ekki hvað hvort það vanti bara einhver að gagnrýna hugsunarinn eða hvað, ég veit það ekki ég held að bara þau séu í algjöru tengslaleysi við raunveruleikann við íbúa borgarinnar en aftur ef við fyrir þessi vinnumarkas en svo held ég líka þau eiga samfélkingin á mjög mikið fylgi í Reykjavík og sitt mesta fylgi í Reykjavík náttúrulega og ég held að þau eigi mikið meira mig grunar að þau eigi mikið meira fylgi með alveg settra heldur en hinna svona þessi millistétt og efri millistétt ég held það, menntaða millistéttin skrifstofufólkið en þessi vörðukönnun ef við höldum áfram er þetta ekki rannsók sem er gerð reglulega á vinnumarkaðinu og það er talað andleg heilsa vinnandi fólks er líka skoðuð og það er mælist nokkuð hærra hlutfall fólks með slæma andlega heilsu eða rúmur 3 en það er raunverulega einstæðir foreldrar áberandi vestir sem koma vest út úr þessari könnun bæði hvað var það einmitt náttúrulega bara erfitt með að ná endum saman og andleg heilsa þeirra er náttúrulega bara mjög slæm og einstæðir foreldrar eru náttúrulega það hljóta að vera, myndi ég halda svona samkvæmt hefðinni eru það mest konur Já, ég hugsa það minnst það mjög líklegt Ég meina það eru vafalaust einstæðir og feður hann úti og þú veist þá maður sé ekki endilega bundin við þessa bænar í skilgreiningu en ég myndi halda það það eru, þetta er svona double whammy sem kemur niður á konum sem þú ert kona og svo einstæð móðir að þá hefur það allra skítast Svo er líka fleiri, það er 53% einstæðra mæðra sem líður illa að byrja slæma andlega heilsu 44% einstæðra feðra og svo fast á eftir fylgja innflytjendur það er 4 af hverjum 10 innflytjendum á vinnumarkaði byrja slæma andlega heilsu þannig að þetta er bara svona er staðan Já, og þetta er náttúrulega afleiðingarnar af þessu eru náttúrulega fólk fyrir að missa úr vinnu, börn upplifa fátækt og svo náttúrulega eru ósagðar sögur í þessum tölum líka sem að fjalla eins og við Þórdís vorum að tala þú veist, fólk sem er í sambandi og er að reyna að skilja það á hvergi nein hús önnur að venda, ég menn þú draumverulega til að haldið í gíslingu einhvers konar í húsnæðinu sem þið deilið þessi vandi var einmitt svona þegar við rætum þetta svolítið í COVID-muni þú veist, að þá raunverulega þegar allir eru lokaðir heima að þá jógst heimilisofbeldi að tölur heimilisofbeldi fóru upp vegna þess að konur komust ekki út af heimilinu eins og venjulega til þess að kannski sljáka í á milli barsmiða þannig að þetta er það er alls konar hryllingur sem að fylgir svona tölfræði þó þetta sé einmitt því tölurnar segja eitt en sögurnar að undir bara við komum aftur bara inn í borgina
og bara öll sveitafélög, þau eru náttúrulega bregðast skyldu sinni í húsnæðismálum. Samkvæmt lögum ber þeim skylda til þess að útvega fólki húsnæði. Og konur sem að búa í ofbeldissamböndum, þær eru ekki að komast af heimili vegna þess að þær komast ekki í húsnæði. Nei, ég meina þessi biðlisti, sko, málið er ég þekki mannesku sem var svo heppin að komast á biðlistan. Biðlistin er tæplega 1000 manns og hefur verið lengi, sko, alveg farið frá 700 og núna er hann nálgast held í 1000. Og þannig að þú ert heppin ef þú kemst inn á biðlistan. Að öðrum kosti hjá Reykjavíkurborg, að öðrum kosti þá ertu bara, þú veist, í vandræðum, ert bara leigjandi á hrakhólum. Þannig að þær eru ekki einu sinni, þú veist, fólk hefur ekki borgin sinnir ekki einu sinni þessu. Nei, og líka bara konur eru viðkvæmur hópur á leigumarkaði, því að, þú veist, leigusalar spurja bara, ertu einsta móðurbyrði, hvernig ætla þú að fara að því að borga leiguna? Þú veist, þú ert ekki að fara að fá leikt hjá mér, sko, því ég get ekki treyst þér fyrir að borga leiguna. Þetta er svona, konur eru bara hrakhólum í húsnæðismálum og svo talar við sveitafélagið sitt og bara bráðvantar húsnæði, ég er að lenda á götunum með börnum minn og þá er þeim bara að hóta barnaverndaleynd. Já, ég meina, þú veist, feðraveldið í þessu, þú veist, lætur ekki að sér hæða. Þarna bara, þú veist, þér er bara refsað fyrir það sækir að vera kona, vera með barn, vera að fjölga skattborgunum fyrirgefðu. En þetta er náttúrulega allt bara með ráðum gert, þú veist, svo sem, við vitum það, þetta er bara ógeðslegur heimur. Ég myndi halda að það sé alltaf bara dýrara fyrir samfélagi að barnaverndaleynd sé að skipta sér að heilbrigðum fjölskyldum sem vantar húsnæði. Þú veist, það er bara heilmikil kostnaði við það að ætla að fara að taka börn út af heimilu og koma til fósturforeldra og bara því að sveitafélagi getur ekki útvega húsnæði sem þeim ber skylda til að gera. Já, en þá eru þau náttúrulega ekki að leggja peninga í þessar lausnir eða því sem þeim ber skylda til samkvæmt lögum að gera gagnvart borgurum sínum, en svo eru heldur engin peningar í hinu, í raun og veru. Nei. Þú veist, ég meina, þetta er allt skorið við nögl og er ekki gæti kosta miklu þetta er bara dýrt kerfi að reka, sé líka bara eins og fyrir barnið, þetta er áfall fyrir barnið, þú veist, hvernig ætlar að, þú veist, það þarf sálfræðaðstoð, þú veist, ég var að reyna að fara þetta er bara svona gegnum gangandi allstað mynd að kosta, þú veist. En er það ekki líka samt þannig, allavega í þessu samfélagi, þessu kapítalíska samfélagi sem við búum núna, að þá eru þessi úrræði heldur ekkit endilega í boði, bara samanber þetta, þú ert heppin að þú kemst á biðlistan. Ég veit ekki betur en að samfélkingin í borginni hafi tala á þeim nótum að það væri eins og eins konar náttúrulögumál að hafa þennan biðlista. Það væri bara hluti af kerfinu að vera bara með biðlista. Þannig að þá í öðrum úrræðum sem ég þekki líka sjálf til, að ef þú býður eftir sálfræðihjálp hjá Reykjavíkurborg, þá tekur það 4 til 6 vikur eftir til dæmis líkamsárás. Takk fyrir. Ef barn verður fyrir líkamsárás, þá færðu sálfræði fær 4 tíma hjá borginni og fyrsti tíminn er þá venjulega eftir 6 vikur. Eða það var þegar þetta var sko fyrir nokkrum árum í mínu tilviki. Sérstakt. Já, þetta er ótrúlegt. Herðu, við ætlum aðeins að ræða líka annað mál. Vefrit ASI sem var nýkomið út og þar er ekki minnst einu orði á Sólveig Önnu Jónsdóttur. Já, eða baráttu nefnd Eflingar. Sólveig Anna gerði postum þetta á Facebook ég held í morgun og bara benti á þetta með þessa ótrúlegu sögufölsun sem er að eiga sér staðna, að það er ekki minnst einu orði á samninganefnd Eflingar sem er að mestu leyti konur, það voru konur sem fóru þar fremst, en það sem er grátbróðsriti er að það fjallar sérstaklega í eitthvað tvennskonar þema í gangi konur. Það er verið að tala við 5 kvenformenn stéttarfélaga, þar sem að Sólveig Anna var ekki kölluð í viðtal, þú veist, það er ekki tekið neitt staðan á henni og hennar félagi og svo hins vegar eitthvað annað þema áfram stelpur, en það koma eins og samninganefndin hvergi við sögu eða Efling yfir höfuð. Þannig að sem er rosa áhugavert eins og við erum að ræða, mína Efling er enn í ASI. Og þetta er stærsta svona verka kvenna félag, þú veist, og mikið af konum í samningsnefnd, en samt er þeir að tala sko hvað ASI er karlægt og fáar konur í baráttunni, en þeir bara sleppa í að tala stærsta kvenfélagi þar sem að konur eru mest sýnilegar.
Já, það var svo frábært eins og Sólveig Anna gerði í morgun, svo byrjaði hann bara að pósta myndum sko, af konum úr samninganefndinni og þetta er bara, hún nettar allar með nafni og þú veist, það er ekkert nema konur, það er ekkert sem að minnir á eitthvað 90s setup, það sem var rosalega karllæga nefndir sem að fóru fyrir. Ég er að mynda hérna að renna yfir síðun annar sko og það eru hérna hver konan á fætur öðrum hérna líka pósta og repósta og setja statusa sko. Já, þetta er alveg lýgilegt sko, þetta er eiginlega lýgilegra heldur en nokkuð. En ég fór í kjölfarið að því að hérna, þetta var eitt af því sem að allir mér uppnámi í dag, eitt af mörgu. Dagur í lífi konu í feðraveldinu er svona bara. En það hafa verið gefnar út bækur einmitt bara konur sem hafa verið skrifaðar út úr sögunni, þú veist, og þetta er einmitt það sem að þetta hérna, við göndumst svona með hérna þetta feðraveldi, en þetta er bara nákvæmlega það. Þetta er það. Því að þú gerir svona, að nefna ekki formann Eflingar eða samninganefnd Eflingar í nýju vefriti, sko, það er varla, við heyrum ennþá sko óminn af þessum samningaviðræðum sem áttu sér stað í mars. Það er svo stutt síðan að þá sé svo, þau eru svo ósvífin að bara hreinlega nefnit ekki, að skrifa þær bara alveg svona út. Já, einmitt. Það er eiginlega bara með ólíkindum sko. Það er með ólíkindum. En auðvitað er það náttúrulega með ráðum gert og svona hefur þetta verið gert áður. Og þetta er ekkert í fyrst skipti sem að þetta er gert í rauninni sko. Og eins og þegar Hjálmar var hérna gestur hjá okkur blaðamaður og myndist á það einmitt svona skrifar og bara býr til nýjar heimildir. Já, þú veist, sem að síðan seinni tíma fólk sem var ekki á staðnum, þekkir ekki málavöxtu, verður að nota vegna þess að þetta er þá heimildir sem þú hefur. Þetta er bara sögufölsun. Þetta er sögufölsun. Já, þetta er ekkert annað. Ekkert annað sko. Þetta er bara mjög alvarlegt mál og ég er bara að skora á að sé að fara að endurskoða hugsin sko. Já, einmitt. Herðu, ég ætla hérna aðeins að ræða líka hérna rópamálin sem að núna er vistum á. Þetta er náttúrulega fyndið, það er ekki hægt að segja þetta óhlægjandi. Þetta eru rópavísindi. Rópavísindi, já, það er sérst faðir sem að gerði sérst könnun á tvíburónum sínum. Er þetta ekki Hjalti Már eða læknir á Landspítalanum? Jú, og hérna með síðahárið. Já, og nú sérst rífast feministarinn og svona feministasíðum hvort að þetta hvort að hann hafi fengið plattformi með rentu að sagt sér frá þessari óformlegu rópakonunars og hvort að kona hefði fengið sömu athygli og eitthvað svona. Já, hann segist það var sérst gert rannsókn eða ekki á því. Jú. Hann sérst hérna eignast tvíbura og þau þurfa að rópa eins og önnur börn eftir gjöf, sérst hérna fyrsta gjöf. Og ég nefndi nú ekki að lesa þetta allt sem ég skimaði yfir þetta, en var hann ekki að kanna einhverja tína því að þau sætu hvort þau seti eða leggja á öxlinni. Já, hann kemst á þeirri niðurstöðu að það sé betra að þau seti eitthvað svona eins og sest á lærið og fæst smá klapp á bakið eitthvað svona og hérna einmitt, ég er alveg sammála, mér finnst nú hérna feministar voru svona meira held það ekki að gantast frekar en að rífast um þetta. Það voru nú svona, þetta var pínu svona alvara þarna í sömu sko. Þetta er náttúrulega ekki fyrsta sinn sem að svona gerist sko, því ég man þegar ég átti mín börn, að þá hérna það talaði svona á ensku, nú kann ég ekki Swahili, en svona old wives tales, svona, er ekki bara kerlingasögur eða hvað er það kallað, þú veist, hindurvitni er líka eitthvað svona feðraveldi talar alltaf allt annað svona niður og gerir einhvern veginn lítið úr því og svo svona internalisar maður það og hérna skammast sín fyrir það sjálf og notar það svona ekki. En það fjallaði sérst hérna svona slímmyndun í svona neðri efri öndunarvegi þá væntanlega barna, að þá eru hérna til sögur sérst að hjá konum í flestum löndum, ég var í einhverjum svona bland kvennahópum sem að voru mikið að ræða þetta. Það var Facebook ekki til sko og hérna þær töluðu allar um það að ef að börn væri að fá mikið í eyrun þá ættir að hætta að gefa mjólk vegna þess að mjólk er slímmyndandi og þegar börn eru nýfædd og lítil að þá eru eyrnagöngin eiginlega alveg hérna lárétt og þá myndast þessi slími, það næri ekki að renna niður eins og hjá okkur þegar þau eru svona skásett og þroskuð. Og það sem gerist í þessum blandhópi var að mæður sögðu ítrekkað og endurtekið frá því að þær færu til lækna með börnin sín sem væru með endurteknar eyrnabólgusýkingar og læknarnir bara hló alltaf upp í opið geðið á þeim að því þær stungu upp á því, getur verið að þetta sé að því ég er að gefa þeim skyr og mjólk og amma segir þetta, mamma segir ég og þetta var allt bara sögurnar fjöldlega það, þetta var bara sleið út af borðinu. Já, reynsla kvenna bara skiptir engum máli. Reynsla kvenna marga ætliði. Bara algjört aukaðatrið, það hefur ekki verið vísindalega sannað. En síðan fer ykkur læknir að
stað á Landspítalanum mitt eftir að hafa setið undir öllum þessum sögum og heyrt þetta utan að sér sko og sækir í sjóði og fær peninga og gerir rannsókn og staðfestir að þetta rétt. Sama eins og með opið, ekki? Já, hann náttúrulega ekki að gera formlega rannsókn. Nei, ég veit, en ég meina þetta bara eitthvað sem konur hafa alltaf talað en það var nú einhver debate þarna að konur hafði nú alltaf talað að vera betra að banka bakið, leggja þau á bankabakið, já, sennilega alltaf gangur að segja, en hann gefði það alltaf bara sínum týpurum, eða ekki? Jú. Ég verð svolítið æst yfir þessu, sko, og þetta náttúrulega ekki formlega konun, en það voru einhverjur voru að rífast yfir því að hann fengi plattformi til þess að segja frá þessu, af því að þetta ekki alveg konun, þetta ekki vísindi skilur þetta bara eitthvað sem hann var að gera með sín 2 börn. Og konur hefði aldrei fengið svona plattform. Nei, og þær hefði aldrei fengið svona plattform. Kona læknir hefði átt výbura, þá hefði þetta bara verið Facebook-póstur. Þá hefði þetta bara verið Facebook-póstur. En hann fær þarna plattformi af því að hann er kall. Já, þetta er bara klassíst þannig, þetta er klassíst svo leismál. Ég er ekki fallegt að sjá hann pappan með krakka sína. Það að hjálpa til, þetta er svona þessi ómur sko af þessu, það kallar, þeir fá sérstakt svona klappabakið já, fyrir að vera að hugsa börni sín og vera að gera eitthvað skemmtilegt. En það mér líka samt áhugavert í þessu sko, þú veist, þetta millistig sem verður til þarna, þú veist að nú þó þetta hefur verið óformleg könnun, þá presentar hann þetta sem einhvers konar könnun einmitt og þannig þessu lyft og svo hann læknir. Já, en ég meina þetta er bara 2 börn, skilur, þú veist, þetta engin könnun. En að samaskapi, eins og með hennar lækni sem var vissulega karl og fekk umsóknina samþykta fyrir rannsókninni og bara staðfestir þetta vísindalega. Þú veist, það svolítið og ég man að það var debattið sko þegar ég var með mína stelpur, þú veist, af hverju ekki bara hægt að trúa konunum? Já. Af hverju þarftu þá að staðfesta, það búið til eitthvað svona millilag, þú veist, sem að kosta peninga og þarf að fara í gegnum eitthvað ákveðið sigti sem þessi kallar er búinir til. En kannski var það samt, sko, kannski var það hans agenda að við skulum bara fá þetta staðfest. Já, mitt point, Marja, þú veist, það er bara, kallarnir þurfa alltaf að validera þá það sem konurnar hafa verið að segja, skilurðu? Þær get ekki bara sagt eitthvað svona. Þeir þurfa að fara og framkvæma þetta samkvæmt einhverjum reglum og skilgreiningum sem að þæraveldið hefur sett fyrir að annars séu hlutinir ekki raunverulegir. Þú veist að það séu svolítið, mér varst þetta að hringja þeim bjöllum sko. Þetta er athyglisverð umræða, vegna þess að svo er þetta líka, þú veist hvað, mega þeir þá ekkert gera, skilur umræðan, skilur Cry me a river, Marja. Já, ég veit það, ég er bara einmitt. Þú veist að þessi umræða kemur upp, mega þeir þá ekkert gera, þú veist, mega þeir ekki gera einhverja rannsókn ef hún tengist einhverju sem að þær hafa gert í 100 ár, skilurðu, þú veist. Já, ég meina, ég er að reyna að hugsa upp eitthvað sambærilegt dæmi þess að hann getur svona flippað þessu. Flippaði, já. Ég með þetta ekki í huga núna. Nei. En ég sæi það í anda, þú veist, gerast. Já, áhorfendur eru beðnir að senda inn pósta í sósíalíska feministæðir mun eftir einhvern góðum dæmum. Góðum dæmum. Já, einmitt. Ég man ekki eftir hennu. Er þetta ekki bara svolítið líka hluta, þetta er bara hluta konu sannleikur sem við vitum og kannski finnst okkur ekkert áhugavert endilega að fara að rannsaka þetta meðan kallarnir bara nú getur þetta verið eða þú veist Já, sko, ef þú ert alltaf með eitthvað svona empirical evidence bæði hjá sjálfri þér, mömmuðinni, frænkum þínum, vinkonu þínum og öllum, þetta bara, það er sama niðurstaðan hjá öllum, það bara er ekki þetta formlega ferðlega sem þú þarft að fara og sækja í einhvern rannsóknarsjóð, fá út fjárveitingu og gera eitthvað svona halabalú með það, ég er ekkert á móti rannsóknum sem slíkum, vissulega eru margar þeirra skilurðu og það er bara heimur út af fyrir sig sko og mjög karlægur ég meina það eru sko greinar aðna úti með 700 höfundum og fleirum við sögum það, ég meina það er bara svona svo áskrift af peningum þetta er hluta því sem ég ger í mínu starfi en þannig að það er náttúrulega bara komið út í einhverju algjöra dellu sko og er ekkert lengur rannsóknir sem slíka, þetta er bara einhver peningamaskina svo fólk fái eitthvað í laun á mánuði og bara mjög fín laun sko Ég er svolítið forvitin sko einmitt, en sendið okkur athugasemdir við svona umræður líka heyra rök með og á móti hlutum sko og fá smá svona tjúti í dag þessar umræður og við þurfum ofta að fá eitthvað svona
einhver mótrök til þess að geta rökstutt líka gegn þeim. Það bara gerir umræðarnar líflegri. Það ger það. Þannig að við viljum endilega umræður þessa hluti. Endilega umræður ROP-rannsóknina. Heyrðu, en erum við með fleiri mál í beili? Nei. Og við verum hér aftur á vikuleiðinni. Við Sara allavega. Já. Og Þórdís kemur aftur síðar. Já. Þá þakkum við. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar hnappur sem segir skráning.